Það göngu sína í fullandi gýr. Við erum með fullan bátum, blönduleiti, ég siti mínu sæti og beint á móti mér sitja fyrirliðin og markaðasti leikmaður þáttarins Steinþór og Steinþórsson og Egill Einarsson drengir. Eru þið í sama gýr og ég? Já, ég sko, þú varst heldur snöggur þess að innkomu og bara, þetta er fyrirmyndar hérna, sko. Það er einhver punkt í mér. Þetta er sumarblöð. Gott veður, það komið sumar. Þetta var gamla FM-kynningin, sko. Þetta var bara, þú kerðir þessa kynningin og, já, ég held það, ég minna, þú veist, það er 10 stig pluss og það er sól og, þú veist, það er komið sumar. Tvota í röð. Sumardagur Það var sól í gær líka. Sko, ég var þetta í garði í gær og það var bara pittur. Varstu ekki með svona garðamökk? Já, sko, fólk kom yfir og mökkaði sig og hvað? Já, það var endar bara opið hús og liða og hrúast inn. Jú, mamma og pabbi voru og sískinni og krakkar, það var allt út um allan. Og gamli kallinn komin í það? Nei, það var enginn komin í það neitt, sko. En þetta var bara, það var sumar. Þetta var, já, ég fíla þetta. Sumari kom í gær á sumardinu fyrsta. Ég man ekki eftir að það hafi gerst. Það er yfirleitt alltaf bara rigning og það var aldrei gerst, sko. Þetta er fyrst í geti. Já, ég fór bara, þetta var grúndum Suðurnesin, fór að horfa á Grinda, keppi byggarnum í fótbolta. Og svo horfa á mína menn í Tindastól vinna Njarðvík í Ljónagriðinni. Já, þeir voru, og þínir menn voru underdogs. Já. Og hendur svo bara í þægilega sigur. Ég hef bara aldrei séð Tindastól spila jafngóða vörn, held ég, ever sinni byrjaði að horfa á körfubolt. Ég var að horfa á United og Tinda at the same time. Ég var svo fegin að vera ekki að horfa á hann United leikmaður. Já, þetta var góður. Við hægðum okkur. Já. Ég held ég var fullur í Budapest þarna 30. maí en ég var búin að taka það er búin að eyðileggja það. Ég var búin að taka daginn frá. Ég held að í rauninni bara í klekarði í Mosby, sko. Já, var ekki Dóri DNA? Jó, DNA mættur frá uppstand og það kallaði bara á rautt og það ekki. Það kallar á drikk. Já, það kallaði á drikk. Þegar fórstu uppstand, sastu bara okkur borði með redd. Varstu með flösku på? Nei, þetta var bara stólar. Rauðís flösku, eða ekki? Nei, bara glas. Bara glas. Far bara bar, þetta er bara klekarði bara eins og fari í, þú veist, gamla bíó eða bæja bíó. Það er bara ekki með borð með. Nei, það var bara stólar og hvernig var DNA Man? Hann er geggjaður, sko. Ég fór á, já, og hann og Joey Crest með honum. Ég fór að sko á tilraunakvöldið sem var bara fyrsta sýningin og svo núna er ég að fara þegar þú veist margir mánuðir hafa liðið. Það er búið að slípa þetta. Já, þetta var helviti eiginlega bara önnur sýning þétt og hinn var góð, sko, en þetta er geggjuð sýning. Tók ekki Mosó vel á móti sinni sínum? Var ekki fullur salur? Jú, stappaði salur. Er hann kóngurinn í Mosó? Já, hann er kóngurinn í Mosó. Þú ert kóngurinn í Mosó. Ég er líka kóngurinn í Mosó. Og það eru margir kóngur. Og Money Sim. Þið þrír. Og Jökull. Það eru margir. Já, Jökull, það eru margir kóngar. Já, Jökull líka. Var Money Sim hana? Money Sim? Var Money Sim hann ekki? Nei, ég sá hann ekki hana. Þú hefði séð það. Money Sim er þannig að ef hann var hana, þá sérðu það. En það eru rosalega drottningar þarna líka maður. GTRN er þarna, Ditto er þarna, fullt að liði. Ditto, maður. Það besta. Já, þetta er stútfulli bæri af flottu fólki, blöð, að fara að koma að það. Og nokkur blöytir hann inn á milli. Er það að leiðinni? Nei, yfir ekki að leiðinni í Mosó. Já, akkur ekki. Með fullir í verðingu fyrir þessu bæjarfélagi. Ég kem alltaf aðfangur þannig að ég ætla að mæta þetta í partíi þar. Já. En eins og þú er þetta hefði í Mosó að byrja allir að drekka klukkan 11 á aðfangundag? Er þetta bara hjá ykkur? Ég held að séu flestir, sko, að þetta er náttúrulega stemningsbær. En málið er að blöð. Sko, þú hefur aðvara með ef ég er eitthvað komin á línuna með krókin. Já. Þú voru að passa þig, sko, Mosó er þetta risa bæjarfélag. Herru, það er rosalega munur að segjast ekki alltaf flýta eitthvað og segja allir sem er njálga á staðinu sem þú fættur uppalinn á, sko. Þú eru lamið næstur og kemur norður. Þú veist að ég sagði aldrei. Það er rosalega munur. Ég sagði ekki að flytja ánga. Ég hef aldrei sagt. Það er þá að dissa heilt bæjarfélag. Ég hef aldrei sagt að bæjarfélag sem er njálg, sko. Ég þú íjar að því held ég að króksar að væri með njálg. Alls ekki. Ég hef ekki haft neitt annað að gera sem úlíkurinn að klóra mig í raskatunum með njálg og eitthvað. Fekstu njálg á króknum það? Ég hef nú opnað mig á skrýtnani hluti hérna í FNÍ. Ég myndi alltaf viðurkenna það ef einhvern maður fekk njálg. Ég hef aldrei mikið. Sko, hefur þú prófað að athuga hvort þú sért með njálg? Nei, munun á mér og þér er ég tjekka ekki bara til að tjekka það. Ég þarf að finna eitthvað til að tjekka. Ég fer ekki bara í test eða kíkja upp í raskatan með bara. Ef þið klæjar Steindi fór í 70 COVID-test sem er met á Íslandi. Maður setur glært límband. Einu sem myndi toppa að væri svona okkur flugmaður sem þarf að fara í test áður en hann fyrir við vél. Það var pottitt þannig, já. En svona
Steindi á meti sem bara svona almenni gómur sem þarf ekki að vera í test sko. Já, við vorum svo mikið að skemmta líka þarna, þú veist, það var alltaf að vera Þurftur að mæta með prófið Það var alltaf að vera að bústa upp, þú veist, það megi að vera 200 saman, þá var hendi einhverja skemmta Manstu hérna á Ísafjörður þegar sú kona ég get staðfesta svo sem að hendi pinnunum í okkur þar she was not a fan hún var ekki ánað að sjá Blöð og June ég fann pinnan stoppa hérna í augtoftinu hérna, ég bara í höfukúpunni hérna baku auga sko. Ég fór á undan og ég ekki ígita, ég pottitt sagt frá þessu hérna. Ég kom til Steinda og ég var bara grenjandi ég táraðast allir og hann bara hvað fórst að grenja ég bara, hún setti þetta bara upp í heilan á mér hann bara, þú bara ert ekki nóg vanur þessu ég kom vanur þessu, eitthvað rugglaður það er svo hvað Steindi tilbaka, hágrenjandi bara, hvað var hún að gera ég hefði bara ekki þólað okkur tók pinnan og bara rakar upp í heila hún hefði bara verið með eitthvað sveitahörsku þetta sko þetta var Ísafjörður tók þetta alvarlega já, en þú veist, sá pinni já, hann var pinni sem fór lengst sko djöfull held ég að maður eigi eftir að hlæja í framtíðina þessu COVID-gríni það er svo margt skrítið fólki byrjaði að hlæja eins og bara ef maður hugsa aðeins tilbaka eins og bara hérna upp á þessari hæð þá var sett band þarna þannig að þú máttir ekki ég mátti ekki fara undir ég þurfti að labba hringin og þannig inn í stúdíu þetta er bara eins og skets þetta er reyðjöðu, þetta er bara eins og skets sko. það var svo margt svona sem er alveg sportu svo líka, það var hólfaður niður salurinn, það var eitthvað salur A, B, C og fólk og svona hörði, má ég æfa þarna og hefur verið ofst í tæki þarna nei, það mátti ekki fara yfir sko það mátti bara vera í A það mátti bara vera að vera þar sko ég ætlaði niðurtógið í B sko nei, þetta getur að fara í niðurtógið ekki varst í A þetta var alltaf bara, við vorum hrædd þjóð og ekkert eina þjóðin nema Svíþjóð þetta komedi var allstaðar já, það var bara, þú veist, það voru allir að viss engin eitt og það voru allir að fá nýjar upplýsingar og klukkutíma fresti og þannig að það voru ný bönd að mæta saknaði ekkert COVID? Ég sakna grímur ég sakna smá grímunar þú mátt alveg vera með grímur Asíubúin er alltaf með já, þú veist, mál er að sko það er fullt af fólki og fullt af löndu sem var með grímuna fyrir COVID sko. Þetta var bara út af kurteisi þú veist að út með kvef og vilt ekki smita Asíubúin er miklu betri manneski heldur en hinn sko. Þetta var sérstaklega eins og í lestum samgöndum lestum og svona bara settur þú grímu vildur ekki vera kvef sko. Má ég call bullshit á þetta koncept og segja Asíubúin sé betri en hann er kurteisari alveg 100% Nei, og maður segir þetta nú er vinna mín að ég hitti fólk og spjalla með það og aðstoða að komast í betra form og ég er með fólki í alls konar jobbum ég er lagamenn og svo er ég með bankamenn og ég er með, þú veist, baðverði ég er með allt, ég er með baðverð bendir á mig þú veist, þegar við gæjum daginn sem sagði ég er baðverð og svo dóun og hlátir sko þá hlópar út af því að við erum bara að tala það strákarnir ég fæ mikið af fólki sem vinnur í ferðamannagerunum einn af þeim sér skemmtiferðarskip og svo fólk sem vinnur bara umgangast ferðamenn ég er með nokkar sem vinnur Bláa lónu og ég heyri þetta gegnum gangandi hvað Asíubúin sé langdónalegasti á Íslandi ég ætla ekki að taka til þetta með sko við höfum farið ég er að tala um Íslendinga sem er aðstofa ferðamenn þegar það verið úti og kaninn sé langkurtisast náttúrulega kaninn er how you doing darling og svona þegar maður er þunnur og maður elska það og kaninn er bara á engin breyk þegar kaninn er langkurtisast bara bæjamæl og meðan Asíubúin er bara ekkert eðlilega dónalur og þetta er svona það sem ég ferðast Asíu það er svona mesta bara ég hef aldrei lent í að öðru eins bara kurteisi og góðu fólki sko. En mástu þegar við erum í AC þegar eru kurteisar enn kaninn hey honey how you doing er Asíubúin að þessu það? Máli er að kaninn er snillingur í small talki en það er ekkert allir fyrir small talk sumi vilja bara fara til búð sumi vilja bara fara til búð og ná sér eitthvað að fara út en það er allir spjallandi saman allan daginn ég fíla það, ég væri til í það sko ég vil bú í Bandaríkjunum þú sér það að þú lappa núna, ef ég er í göngutúr og lappa fram með okkur fólki það er bara 50-50 hvort að fólk segi góðan daginn sko í Bandaríkjunum er liðið að tala saman allan daginn sko tala saman í búðinni, tala saman í lestinni þú nennir því ekki heldur þú nennir að vera bara hérna út í búð og einhver bara nei, hvernig ertu? Og þú þekkir ekki neitt, bara góður en þú já, við vorum að kaupa hérna bíl heldur þú nennir þessu? Ég nenni því sko, ég dyrka þannig jú, bara hvernig ertu og bla 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 og já, ég hef gaman að því sko og bara, mér finnst það skemmtilegt sko en ég veist kannski ekki alveg hvað frétta varst að kaupa hérna bíl þannig er kaninn, bara spjallum allt sem það er að gera
Kanan er rosa mikið bara, já, allir er þetta allt sem þú ætlar að kaupa. Já, ég ætla bara að fá þetta, ok, og hvernig dagur er búin að vera og ok, Já, það er alltaf það. Alltaf að spyrja bara hvernig dagur er búin að vera. En þetta er bara, þú veist, kannski er ykkur að vinna í ferðarbransanum sem er ósámála þessu Íslendingunum er líka þannig, það er alveg sama hvað gengur á hjá manni. Það reyndar, það er kannski 2-3 rundatekningar en maður heitir eitthvað, hvernig ertu? Það eru góður en þú það er enginn að fara að segja, ég hef lendi, hvernig ertu? Já, það er bara búið að vera smá vesen sko. Það er mækarinn. Já, maður mækarinn, hvernig hann er það heldur langt síðan að sagðist vera góður sko. Besta sem þú færður frá mækarunum þá segir hann, ég er ágætur. Það er bara svona besta sem þú færður. Flest allir aðrir eru bara svona, góður sko. Herru, veist hvað er að gerast upp á 4. hæð? Það er partí. Það er partí á 4. hæð? Nei. Ég og Steindi getum farið upp, ekki þú. Ég kemst ekki upp við Kottið virkar ekki. Það er þetta rosalega. Ég legin svona verktakatrúðu stendur á þessu enna sko. Ég er ekki að fara upp sko. Það kemur error. Kemur error svo reynir á það. En er þið vissum að 4. hæðin sé til? Er hún ekki að myth? Hafið þið farið það? Já. Ég hef heyrt 4. hæðina en ég hef verið labbað upp hann. Ég er ofta að funda. Hún er ekki skráð í liftuna. Liftan er bara 1, 2, 3, 5. Það er rosalegt. Og er kampaður út um allt þarna? Já. Þú veist að labbar upp, er fólk bara skálandi kampaður núna? Já, af því að það er partí. Það er ekkert partí hérna, það er enginn hérna. Partí er á 4. hæð. Það er fleira á Monkey-hæðinni sko. 4. hæðin er rosalega. Ég þarf að tala með Rikka, ég vil fara að fá aðgang hérna bæðið upp á 4. hæð og inn í stúdíu þannig að við tókum bucketlistan upp þannig að blökasti þannig að það er í fórstjórnum eða þú ætlar að komast á 4. hæð. Ég er með minnsta aðgangin af öllum sem erum aðgangina. Er partí á 4. hæð? Já. Ef þú kíkir eitt kampaðisglas þegar auglýsingarna? Nei, lítinn tíma en kannski eftir þátt eða eitthvað. Var þetta að skoða? Við erum þetta að leiðin til Keflavíkur að skemmta. Já, ég Ekki Steindi það? Jú, með Steindir. Segðu það var mjög weird að þú var einn þar sko, ekki Stóri. Já, við fyrir alltaf saman. Já, það verður stemning í Keflavík. Ég kom með píanó. Já, ertu búin að vera að æfa eitthvað? Já, af því að náttúrulega ég partur af bucketlistanum. Ég er talandi bucketlistan, þá kemur hesturinn loksins inn klukkan 6 í dag, strax eftir þátt. The Horse. Já, það voru mistök síðasta föstudags í smá klippi við þess en hann er tilbúinn og kemur mættir. Hann er hörku góður líka. Já, þetta er skemmtilegt. Hann er mjög skemmtilegur. Ég er bara, ég er búin að leita píanó, drengir. Heil lengi. Ég á næstu farið norður. Fórstu ekki norður? Nei, sko, ég hringdi í sendiferðarbílstjóra og ég spurði hérna hvort hann geti farið með mig norður og svo píanó. Hann sagði að það væri 350 skall. Mér finnst það helviti hart. Hvað keyptir þetta píanó þá? Herðu, ég bara, sko, það er ekki hægt að fá píanó í dag. Það er ekki hægt. Ok, ég segi. Og basically, ef þú ert Er engin verslun á Íslandi sem selur píanó? Jú, en þau kosta bara yfir 1 milljón, sko. Þú veist að þú kaupir það ef þú ert búin að vera í nokkur ár í píanó. Sko, þetta hefur efna því, en ok. Nei, þú rugglar, sko, heldur ég getur bara keypt yfir píanó á 1 milljón. Vinn í útvarpinu, sko. En þú veist, en þetta er rauninni, sko, þetta er inn á bara Facebook. Þú veist, þú ert bara inn á hljóðfæri. Braskopar hljóðfæri, allir svona hljóðfæri síður. Þetta er skuttlari síðan? Já, og leið og að kemur píanóinn, þá bara, það er eftir svona 2-3 mínútur er það farið. Þá nú nærði ekki og ég er með fullt af fólki sem var að benda mér á píanó. Og síðan fæ ég allt í einu símtal frá okkar besta Snorra Helga, tónlistamanni. Já, með eins og ég segi, ég er með fullt af fólki að vakta þetta fyrir mig. Og hann ringir, herðu, ég er búinn að finna píanó. Lítur vel út. Úsalett. Og ég er búinn að opna það, svona, þú getur alltaf opnað uppi. Allt upp á 10, þannig innan alltaf falskt, það stilla það og svona. Hvað kostaði píanói? Kostaði 30 skall. 30.000? Já. Okay. 30.000 kall? Það er aðsóttir heldur að sendi mig. Fyrir risastórt fucking píanó. Fannst í góða hirðinum. Já, vel gert. Góði hirðinum var að opna núna nýja locationi, risastórt. Það var í því locationi og ég bara, er píanó þar? Ég brunaði, það var píanóðar, fór að kassan, ég keipti það, pantaði sendurbýrstur, hann ringdi nokkra vini mína og við lyftuði heim. Vel gert. Og það er komið núna heim til mér. Þannig að keipti píanó í góða hirðin. Já, og ég er svolítið nájaður, ég er búin að liggja svona, ég er búin að vera, ég er búin að vera Ég er búin að spritta það. Já, ég er búin að Þetta er síklar á því. Já, ég verðum að tala um, ég er búin að þrífa það svona 18 sinnum 18 sinnum, sko. Ég er svo hrættur að maður sé eitthvað lifandi inni. En þetta glamra á því, ég heima það. Já. Það Guð blessi, ég ætla bara konna þér, sko. En þú veist, þetta er náttúrulega ekki, dóttir mín var að byrja að æfa, sko. Já, það keyptir hana. Þú ekki að spila líka? Jú, hún er búin að lofa mér að allt sem hún lærir í skólanum ætlar hún að koma heim og kenna mér. Ég er basically líka
æfa píano En við erum með, ruddalega þáttandagur í dag, kæri hlustendur Ruddalega, that's a brand new word Ég var blöð hana Ég veit ekki hvað Veit ekki hvað það kom Þú sagði að vera með ruddalega Og það þýðir að ég má vera gróar en ofta áður í King of Summer Nei, alls ekki Þú sagði ruddalega þátt Íti á grænantakkan það var síðasta sunnudag, þá var allt brjálað yfir stuðningsmönnum Skallagríms eftir að þau tóku dagblöð þegar þau voru að kynna í lið Hamars í körfubolta Oflangt gengið fann sumum Ég hringdi Hjörvar Hafliðason og Tómas Steindós og fekk svona þeirra teika á þessu Hjörvar er að sjálfsögðu íþróttasérfræðingur FNÍ ásamt að vera á leiðin út í Eurovision fyrir okkur, hann er alltaf Eurovision sérfræðingur og Tómas Steindós var á vellunum með dóttir sinni, þannig að það verður gaman að heyri þeim hvað þeim fannst þetta allt saman Hjörvar var ekki sáttu með þennan gjörning, ég get sagt Nei, það voru gaman að heyra hvað svona þeir á að segja um þetta Já, við erum með spurðikefni Gilstarans og það er King of Summer Já, með sumandagur fyrst í gæðir fengum Sunshine þá og Sunshine aftur í dag það stefnir í besta sumar allan tíma Góð byrjun, 2 for 2 Siggi Stormur er búin að segja þetta sé besta sumari bara hingað til Ég meina við eigum skili núna, eða það ekki og Ísland er ekki skili besta sumar of all time Ef eitthvað land á skili gott sumar þá er það Ísland Og það líka málið það er búið að ljúga okkur eitthvað að global warming sé eitthvað hörðu, sem kemur kaldast í mars síðan 1998 Við erum að fá bara besta global warming virðist vera manure því að það er ekki að skila sér yfir til Íslands Nú veit ég heitt sumar og loksins að við græðum á þessu global warming shit Veitur að segja að global warming sé að fara í sama box og the vaccines eða hvernig, er þetta allt saman hóks? Þetta er oft editað eitthvað neginn þú kilur þetta, ég var global warming sem það er ekkert að hitna þó þessu breyti climate change Já, það er samt það var hitabilgjur bara allan heim síðasta sumar nema hjá okkur Við erum bara að fáum alltaf viðbjöðun Ég fá global warming Það er eitt neikvætt þetta drengir það er koma rosaleg hitabilgi yfir Bretland og það er ekki neikvætt, það er frábært Nei, það er neikvætt fyrir okkur hér því að það mun skila sér hingað bara í rigningu frábært Þannig að bara svo þið vita ef hitabilgja mætir þangað þá erum við að fara að eiga Við erum meiri Sigga Storm með þetta, þú ég elska út af lífun en þú ert ekki veðurfræðingur Stenþór Erst þú ekki með augljósar í dag líka Steindi? Herru, ég er með augljósar staðarindir í dag og það er komast ekki að síðast sem er svolítið spesa það eru búin að vera í góðri pásu og eru svakalega augljósar í dag drengir Ég lofa þér það komast að í dag Já, það er og Mr. Selfridge-bettin, hann er fundinn Já, þess vegna fórum við ekki í þetta síðast mástu Ég fann ekki Selfridge Hann er fundinn, en svo er ég líka drengir með Kortmyndur frekar og How do you do fellow kids Þetta er þétt og gott í ákveð í dag Þetta verður frekar pakkað Að minna á það er konukvöld Keiluhallarinnar í kvöld Eva Rútsa er meistustjóri Hún er snillingur Guðrún Árni er með singalong og Dóra Júlia endar kvöldi Það er blössbásaðna, það er frítt Aperol og Baileys og hattrætti og ég er ekki hvað Þetta er bara sér rassabás Nei, blössbás Hvað sagði blössbás? Já, hvað, seljaði bara rassabótar það er rosalega Ég hef aldrei farið í Keiluhöllina og það er bara Þú hefur bara ekkert farið á konukvöld Já, þú veist, hafið þið séð það? Ég hef aldrei, ég ætti að tala Akkur aldrei kallakvöld og sér eitthvað rassabás Það væri bara sér muffubás Já, þú veist það, þetta er bara blössbás Já, og svo er Guðrún Árni og Eva Rosa Þetta er Keiluhöllina kvöld Jó, ég getur að fara, þetta er alveg góð ábyrting að vera með kannski svona hot líka og strákakvöldi, blösshot Já, hefur verið kallakvöldan Ég veit það ekki Við vorum að kalla kvöldan daginn Það var ekkert svona eitthvað bás við vorum að bjóða í mánu ekki þannig daginn Fyrst þið vant að svoleiðis í hotninu bara þegar þú varst okkur kallakvöldin þannig að þú getur keypt eitthvað Nei, ég skil þessu umræðu Ég myndi ekkert hata Mér finnst þetta ósækja Ég myndi ekkert hata en ég er ekkert eitthvað að kalla eftir Nei, mér finnst þetta konukvöld og það er mætað hana og það er eitthvað rassabás og svo er Aperol Spritz og allir rosa glæði Við vorum á herrakvöldin daginn og það var ekkert þannig, ekki neitt Nei, þú gæst alveg keyptir Aperol Spritz á barnum sko Já, þú veist, það er alltaf Þetta er alltaf lagi að velta steinum Skrítið steinar sem er verið að velta hér en við ætlum að fá Hyundai Coupe-lag dagsins og mér finnst alltaf skrítið þegar menn eins og Steinþór og Steinþórsson þekki ekki hljómsveitina Bush Ertu með Bush í dag? Ég er með Bush í dag og þetta lag var spilað svona aðeins íkja svona 500 sinnum í Þannig að basically að fólk að vera að skipta yfir á bylgjuna núna í 5 minútur Tjekka á þessu The Chemicals Between Us Nei, byrju, hvað er að gerast þetta? 10 years sko Nei, byrju það Hanna Rosalt Þetta er alvöru lag Chemicals Between Us hér með Bush Hyundai Coupe lag dagsins
Rosalega. Já, voru ekki ánægðir með þetta. Jú Þetta var mínu upp á hljómsveit sko. Og hann, Gavin Rossdale, söngvari Bush, var giftur Gwen Stefani, vissu þið það? Þau voru að power couple. Já, hvað það saman það? Nei, hún í dag gift honum aðna sem með henni í The Voice, hvað heitir hann, Blake Griffin eða eitthvað. Blake? Jú, King Blake. Já, King Blake, en það komið að slúðri hér í FN95 Blöð og drengir, ég er með svona ágætis pakkafregur, ég er bara að hafa bullshit undir svona. Já. Hérna, ég ætla að byrja á stórfurðulegri frétt sem að Afróman að bjóða sig fram sem forseta Bandaríkjanna. Hann búinn að skila inn öllum pappírum. Þetta fyrir ykkur sem að eru ekki fertug eins og við hinnin hérna. Þá söng hann Because I Got High. Hann var one hit. Alveg lag. Já, Björn ekki elskaði það lag og gerur það glenn. Já, hann búinn að skila inn öllum pappírum og búinn að gera þetta official. Hann að bjóða sig fram sem forseta 2021. Hann kolrugglaður sko. Já, það ekki? Það ekki, hann kildi hérna konu upp á sviði. Já, tónleikon, já það var hann. Það var það sáka í Hann með tónleika og það kom einhver hérna aðdándi, konu upp á svið og hann kýlir hana, þetta var bara. Já, þú sýndi mér það. Já, líka alveg frekar hérna þungt högst. Já, þetta var bara ógæslega. Bara hræðilegur nági. Hann verður líklega ekki president. Nei, hann að fara að bjóða sig fram sem forseti. Getur hver sem gert þetta bara? Ég skildi ekki alveg. Já, hann náði allavega, ég held að þurru eitthvað svona þegar fólk til að skrifa undir og eitthvað svona kjafta. Það bara í kringlun og samtur undirskriftum. Já. Og bara, ég meina, í Bandaríkjum þú þarft örgulega helvíti mikið af þeim sko. Og þetta kostar líka örgulega fullt af pening. Já, ég ætla að sé nóg til hjá Afróman, er þetta ekki one hit wonder? Ég get lofað ég ekkert til hjá Afróman sko, maður sé Afróman net worth þú veist, ég er ekki svo að segja mikið sko, þetta net worth Google okkar alltaf hérna, en já, við hvað segir hann metin hérna samkvæmt þessu á $1 million, hann á 130 milljónir og ég hef nú haldið að myndi kosta kannski töluvert meira en það að fara í frambúð. Já, pottjætt. En svo vallar hann að betta því farm að undir sko. Haldið þið hann geti orðið fórsitt eða haldið þetta sé eitthvað publicity stunt af því að hann hefur bara ekki komist í blöðin í 20 ár fyrir utan það þegar hann að kýla konur á tónleikum? Ég held að þetta sé bara eitthvað publicity Ég veit ekki, nema alltaf getur það bara rugglaður og halda að vinni sko. Já, kann ég að spá að bjóða sig fram líka. Hann heldur potið að vinni sko. Já, hann heldur að potið. Herðu, næsta slúður er sko, ég visti þetta ekki. Jack Nicholson sást núna í fyrsta sinn í 18 mánuði heima á sér. Hafur ekki sést til hans í 18 mánuði og hafa ýmsa sögur verið að reykja rakandi heilsufar leikarans. Þetta var ósangjöld mynd á hann. Já, og það er nývaknaður á hann. Ég veit það, en ég vissi ekki eins og hann væri búin að vera eitthvað veikur kallinn. Og hann hefur ekki leikið í bíómynd síðan 2010. Já, hann allir orðin sko, komin yfir áttræð. Hann 85 ára. Já, þá bara leifa þessu manni að vakna. Bara slaka á, já, sko, mér veist alveg fárlegt að vakna í frið. Já, þú veist, hann er nývaknaður, fer út á svalir og tegja úr sér mynda á honum og bara, hann lítur bara illa út og eitthvað svona, hann er með eitthvað heilsuvesir, hann er bara nývaknað. Ég þekki fólk þegar þú sko nývaknað, þú ert alltaf þrútinn og það er ekki margir sexi nývaknaðar sko, nema kannski þú veist, bjöllinur og ég get lofað ef ég myndi taka vídeo og steinda þegar hann er nývaknaðar, hann myndi segja gleymdu þessu. Gleymdu þessu það kæmi strax í ánum sko. Þú þarft alltaf að geta að fara aðeins á hreyfingu og lappað og þú þarft 40 mínútur eftir að vaknar að þú fer í mynd sko. Já, hvað þá, þú ert búin að vera að líði kvöldi áður. Já, hann var kannski ekki að því stundum eins og ég veit ekki hvað sko. Álur metnaður í þessum myndatökum að hanga fyrir utan hann að svalið hjá Jack Nicholson. Það er bara meira ógeðslegt. Það var ekki búin að sjást í 18 mánuði greið. Þetta er svo skrítið. Hann líka, þú veist, hann er 85 ára. Hvað viljum við? Hann beið fyrir utan svalir hjá honum í 18 mánuði til að ná þessari mynda á honum þegar fór út á svalir í tegið úr sér sko. Svo eru hérna ég held að sé ekki dánum bæðu við af því að það var að tala um að ég held að hann var bara nývaknaður ég segi það sko. Nei, það var ekki tengt myndin eða fólk hefur áhyggjur af fólk var að tengja heldur við það sko. Rósald að ná 85 árum sko. Svo var hún Millie Bobby Brown, veit ekki hvað það er? Já, Stranger Things hún var að trúlóða sig og það er alvöru trúlóðan því að hún var að trúlóðast Jake Bon Jovi og það er sonur Bon Jovi. Shit, það er rosalegt. Það er bara að þú getur verið að gifta þig og það er verið að taka Always til og labba reyn. Já. Og það er tengdapabbiðin.
Það verður ekki dýrar af maður. Hörðu, hann ekki bara huggulegast í gæs ég séð. Segið þetta nú búin með allar. Nei, hefur þið séð hann? Jake Bon Jovi. Já, mér finnst hann ekkert eitthvað, ég ekki að segja sjómyndalur, mér finnst hann bara vennilegur. Það sjá þetta? Nei, hann fjallmyndalur. Já, en ekkert eitthvað bara svona, hefur þið séð svona? Hörðu, Sett þess að mynda á þessu gæja. Já, menn eftir svona Bon Jovi, þetta er að myndalur. Já, ég meina Bon Jovi ekki svona hugulegur, sko. Já, Bon Jovi Bon Jovi, hann fjallmyndalur. Já, hann náttúrulega orðinn 60 og eitthvað 70, þannig Já, hann náttúrulega bara Googlaðu gamla mynda hann og berum á hann. Hann fann að eldast Bon Jovi, hann Jake... flottur sann, sko, svona silfur refur, sko. Já. Jake Bon Jovi að syngja það eitthvað? Nei, hann leikari. Og já, þau eru trúlofuð og það oft svona Kynst þú á Instagram? Já, maður að sjá svona stjörnur og vera trúlofa og byrja með og giftast stjörnum þegar eins og Bon Jovi þetta bara sonur hans, ég veit ekki hvað náðan getur en hún byrjar, haldið að spila eitthvað inni að hann sé sonur Bon Jovi þegar þið byrja saman. Það held ég nú ekki. Ekki? Þú veist, ég menna sko, hún alltaf töluvert vinsælli en hann, sko. Já, hún miklu stærri. Þannig að hún alltaf bara einn vinsælta leikona í Hollywood. Já, hún er miklu vinsælli en Bon Jovi. Viltu meina að þessi gæi ef þessi gæi vinnir útfattalagarnir hann fyllir Madison Square Garden bara aðra hverja ekki, þú veist þetta með króksara hérna mótið þessi passa ekki að segja núna, sko. Er hún ekki þú veist, við erum að vinna í kvöld. Já, ég er að segja, hún er að, þú veist, leika í Hollywood, sko. Já, hún er bara að leika í Stranger Things og er góð leikona, en þú getur ekki sagt hún sé stærri en Bon Jovi. Nei, þú veist, ég veit það ekki. bara hans faglega mat. Ég segja að hann geti það ekki. Já, hann gerði það, hann var að gera það, var bara því. Hann var að segja að hún er stærri en Bon Jovi. Þetta er ekki að segja Millie Bobby Brown sé stærra nafn en John Bon Jovi. Já, sko, blöð. Málega Við erum ekki að tala um David Bowie, sko. David Bowie. Við erum að tala um Bon Jovi. Hvað, þú gafst alltaf sagt nafn? Ég myndi ekki að segja hvað það er, sko. Hvað heitir leikonan? Ég veit ekki Nú, samt er hún stærri en Bon Jovi. Já, sko, ef hún er í Stranger Things Hvenær gaf hún út lag John Bon Jovi, er það ekki hérna Bow wow It's my life, já hann er ekki svo gammal, sko. Sko, ég ætla að koma með faglega greiningu á þessu. Ég veit ekki, ég er bara svipastór. Nei. Sko, sorry maður, ég Nei, þetta er ekkert eitthvað sem ég er að taka inn á mig á því að króksara, það er bara fárhald að segja hún sé stærri. Já, króksara vil ekki heyra það drullaði Bon Jovi. Hann er stæðstur á króknum allavega. Steindir líka, Steindi þarna bara fór yfir strikið. Ég er bara svolítið sammála því, sko. Er það? Já, ég er með króksara beint á mótið þér. Þetta er ekki eitthvað króksara dæmi. En ég er að segja, nú er ég komið með faglega greiningu á þessu. Hann er miklu stærra nafn. Ok, þau kynnast á Instagram. Ok, ef að Siggi hérna, Hlöðves, nei, ekki Siggi Hlöðves, Siggi Jóhans á rúmfattalagarnum sendir á Millie Bobby Brown skilabóð Instagram bara segir sæl, Siggi, hvernig ertu? Þá kannski flettur Siggi og ég er ekki að svara Sigga síðan segir þau, Jake Bon Jovi heldur kannast ég við þetta nafn já, byrju, pappi þess að gæði er Bon Jovi hann svarar honum hann er aldrei fengið svar ef pappina væri ekki Bon Jovi þannig að mitt faglega mati er að það er bara því að þakka að pappans hvað er hann með marga followers á Instagram, getur þú sagt það? Núna örgulega meira út af hann Allir fannst Bon Jovi ekki merkilega það að þegar hún sá Jake Bon Jovi nafnið að þá hugsaði hann, heyrðu ég kannast eitthvað við þetta Bon Jovi hann er heldur hugulegur hann er með 1,4 M sko það er heldur margi með 1,4 M sko en hann er með allt saman bara fínt en hann passa sig, hann er ekki fættur í gæðir hann passa sig að vera með Bon Jovi í Instagram-náttinu ég held að veist alveg hvað pappa segir sko. Ég held að hann sé örgulega fættur bara Jake Jovi og síðan segist að vera cool guy actor hann segir actor, producer, all around cool guy nei, hann segir það í Instagram hann segir all around í bæjónu þetta er 18 ára gutt settu núna Instagram á þér all around cool guy settu það núna já, nei ef pappin er Bon Jovi þá er þetta cool guy og daginn eftir að Tindatótt tekur motivational win á móti þeir eru underdogs ekki drulluðu Bon Jovi daginn ég er ekki að því sko það var svolítið eiðilega stemning í fyrsta lagi var ég aldrei að drullu við Bon Jovi ég held kannski bara að hún væri orðin næstar nafna því hún er að leiki í risa þáttum og hann er ég meina hann er legend það fyllir arenas og nei, hann er góðsögn í þessu já, ég meina, hefur þú heyrt þetta hérna lag til dæmis? Sett álur lag á Bon Jovi núna já
Frábært lag. Kannastu þetta? Ég heyri það samt ég heyri það bara þegar þið spilið það, sko. Ok. Krossaravinni minn. Ok, en kannastu við þetta? Ég heyri þetta mikið hjá ykkur, en Kannastu við þetta? Kannastu þetta? Ég hef heyrt þetta milljón sinni. Ok. Kannastu við þetta? Já. Þannig að dæla á þig. Já. Þetta, ég heyri þetta. Hvað þarf að gera í? Miley Bobby Brown er bara starra nafn. Kannastu við þetta? Já, þetta er frábært lag. Án þín lagið. Kannastu við þetta? Já, Hann getur gert þetta í allan dag. Ég meina, hvenær á ég að hætta? Allir þátturinn getur verið, kannastu við þetta? Þetta er bara 90 mínútur, kannastu við þetta? Já, Miley Bobby Brown er starri en Bon Jovi. Ég heyri þetta Það allt stundum eins og sé ekkert á milli eyrnanna. Ég heyri þetta allt í litlum rútum frá Keiluhöllir í bæ. Ég hef heyrt öll þessi lög oft. Loka slúðið í dag er af Leonardo DiCaprio, drengir. Við erum með alvöru pakka. Leif mér að geta, hann er gráður. Hann er byrjað að deyta og það er Fyrirsætan sem er þá hvað? fyrirsætan Irina Shayk sem er sko fyrirhandi hans Bradley Cooper og fyrirhandi Cristiano Ronaldo. Já, Það er rosalegt. Það er DiCaprio, Bradley Cooper og Ronaldo. Þetta er nánast, hún er bara með sama smekk á mönnum og ég ef að ætti að snúa með. Hún er ekki lagamanninum. Nei, þetta er þau voru vist saman á Coachella og eru svona ekkert búin að hvað sem staðfesta neitt en eru vist eitthvað að hittast. Já, þú myndir það sem ég völvan í þættinum þegar kemur að slúðurinn og Hún var dóttir með Bradley Cooper, já. Þá myndi ég nú segja að það væri ekki mikil ending í þessu. Verður þetta stutt? Já, sko, að því að þetta er Líó þá verði ég nú að, þú veist, elda tölfræðina og segja að þetta séu nokkri mánuði bara. Við verðum líka bara að fagna því að hún er eldri en 24 ára. Já. Þannig að það er kannski okkar besti maður að þroskast í þessu. Já, við sjáum til. Hann endist ekki oft lengi í þessum samböndum sínum. En þetta var slúðupakki dagsins og já, hann var bara í dýrari kantunum, drengir. Ég veit ekki hvað er langt sér ég var að pakka. Finnst ykkur hlutabréfin í Líó ekki að hafa lækkað eins? DiCaprio? Bara honestly. Veit ekki. Ef það var að koma út ný mynd á hann, ég var vel peppaður. Eins og ég segi, hann alltaf er bara geggjaður leikari, en svona hvernig hann er búin að vera að rúlla bara. Já, þetta var ekki hjálpunum með þessar fréttir 24 ára dæmið, sko. Já, mér finnst þetta eitthvað svona. Hann selur tickets. Ég glóð að næsta mynd með honum verður hún er vel sótt. Já, það er líka því að hann getur valið úr öllum handritum. Ég las það einhvers staðar að DiCaprio bara fær allt sent og svo þegar hann hafnar einhver og þá var hirt í Christian Bale. Og ekki svona svo Nicolas Cage sem tekur 40 myndir á ári. Nicolas Cage þarf aðeins að horfa í speilin, sko. Ég veit ekki, ég var til að sjá Jiu-Jitsu sem kom út að það hitti fyrir. Já, með Nicolas Cage. Frábær mynd, sko. Ég ætla að downloada henni hérna meðan við förum í auglýsingar og svo er það, já, ég ætla að heyra í Hjörvari Hafliða og Tómas Steindós og við ætlum að ræða þarna sem gerist í Borgarnesi þegar stuðningsmenn tóku upp dagblöð þegar við vorum að horfa á leik Skallagríms og Hamars. En fyrst auglýsingar. Til að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Ég er einn í klefanum núna og já, það er nefnilega svona smá sem ég ætla að fara hérna í sem að tengist körfuboltaleik sem var síðasta sunnudag í Borgarnesi þar sem að Skallagrímur og Hamar áttust við og ég held að þetta hafi nú ekki farið fram hjá neinum að þegar það var að kynna inn leikmenn Hamars að þá tóku stuðningsmenn Skallagríms upp dagblöð og svona voru ekki að fylgjast með þegar það var að kynna inn. Já, þetta var meistaraflokksleikur, það var margir sem heldur að þetta hefði verið börn að keppa en svo var ekki, þetta var meistaraflokkur og ég er að spája að heyra í einum sérfræðing, svona íþróttasérfræðing FN95 blöð sem er að Hjörvar Hafliðason og svo ætla ég að heyra líka í honum Tómas Steindós sem var á vellinum og svona fá þeirra teika á þetta, hvað gekk á þetta, skulum byrja á Hjörvari. Hvað segir kóngurinn? Kóngurinn er góður en sjálfur. Ég er heldur góður. Ekki? Já, Sunny Shining og svona. Já, en það vita það nú flestir hlustendur FN95 blöð Hjörvar að þú ert í Eurovision sérfræðingur okkar og það nú stutti að þú farir út styttist keppnina en svo ertu líka svona ég fer svo langt að kalla það íþróttasérfræðing FN95 blöð og það er svona ástæðan fyrir símtalinu því að mér langaði að svona fá þitt teik á þessum atburði sem gerðist þarna í Borgarnesi þegar stuðningsmenn Skallagríms taka upp dagblöð þegar það var að kynna en leikmenn Hamars. Hvar byrjum við? Ég veit ekki hvar maður á að byrja. Nei. Þetta er það sem ég hef kallað í 20 ára eitruð karlmennska og því miður hefur þetta fyllt körfuboltanum á Íslandi allt og lengi
og það að sjá þessa karla taka við sér dagblöð til að niðurlægja anstæðinga skallagríns. Það svo toxic, ég bara veit ekki hvað ég á að byrja. Nei, þetta var ekki fallegt. Þeim var á sonum minn, hann hleypur hágrátandi til mín og spyr af hverju. Varstu á vellinum? Nei, hann sá þetta á Facebook hjá mömmu sinni. Og hann spurði af hverju og ég fór bara að útskýra fyrir hann hvað innifelt inn í eitraði karlmennsku og þarna var bara kannski ágætt að þetta kom upp af því að þá gæti ég útskýrt þetta. Og það sé rosa flott að ignora aðra mannesku. Veistu, ég veit það ekki. Nei, þannig að ég held þetta bitna á öllum í Borgarnesi. Ég fór með frænku minni í gær í bíltúr, keyrðum á Blönduós. Ég stopp alltaf í Ólís Borgarnesi. Hún kærði sig ekki um það. Hæ? Nei, hún segi ég stopp ekki hjá þessu fólki. Það verður að finna fyrir þessu. Ég segi þetta vinnur með veginn, ég verður að fara hérna inn. Nei, hún kærði sig ekki um það. Nei, ég skilu þig. Þannig að þetta hefur í rauninni, maður heyrir núna, þetta hefur áhrif bara á allt samfélagið, ekki? Veistu hvað, ég held að við séum öll komið ógeð á þessu. Þetta er eitthvað karlmennska sem að fylgir þessum körfuboltaorðið og ég var til dæmis með HK-stuðningsmönnum í gær í fótboltanum og það sunguð áfram HK, sýni hvað þið getið með boltan í netið. Og þar voru ekki að niðurlega einn, þetta er bara að hvetja. Já, sem að í rauninni það sem að stuðningsmenn eiga að gera það ekki? Ég held það, en þarna var einhvern veginn átt að niðurlega hvergeringa. Þetta er ekki búið að vera neitt sérstakt ára á Suðurlandi og þetta bætist ofan á þeirra áhyggjur. Ég veit ekki eins og hvað ég var að segja þig, sko. Nei, en það var neðan allar heldur. Já, en svo þetta í rauninni fer alltaf stað eftir Facebook-status hjá á konu sem heitir Valkyrja. Hún vildi opna hún var nú ekki á vellinum sjálf, en hún vildi opna umræðan hegðun fólks á íþróttaleikjum og það er kannski ekki það eina svona jákvæði sem ég geti tekið út úr þessu öllu saman. Býta þess blöð, ég sitt niður núna, ég ætla að standa upp og ég ætla að klappa fyrir því. Veistu hvað, það er svo löngu tímabært að það sé opnuð umræðan í eitt skipti og afsakaðan á orðbræðið í eitt skipti fyrir fucking öll. Já, ok. Afsakaða orðbræðið. Já, ég afsaka það. Við getum tekið eitthvað jákvætt út úr þessu öllu saman. Nei, við getum ekki tekið neitt jákvætt úr þessu öllu saman. Já, ok. Jú, umræðan hefur opnuð. Já, það var svona sem ég meinti. Þannig að já, en er ekki svo bara að fólk lærir og koma og hvetja bara í næsta leik? Það er ekki þannig. Það verður að hafa einhver afleiðingar. Á hvaða afleiðingar viltu? Ég veit að körfuboltafjölskyldan kæri sig ekki að sjá Borgnesinga aftur upp. Nei, ég held að allir séu komið nóg. Og þú kannski sást innleggi minn á Dominos-spjalli þar sem ég lagði til og endaði síðan á orðunum áfram körfubolti. Það var fallað til að hér. En já, ég þakka fyrir þetta, Hjörvar, það var gott að fá þitt innlegg. Ég ætla að heyra einmitt í honum Tómasi Steindórsinni því að hann var á vellinum með strákinn sinn, sko. Elskar þig sömulegis, takk fyrir þetta. Þetta var Hjörvar Hafliðason, íþróttasérfræðingur FM 95 Blö og eins og það ætla að heyra líka í honum Tómas Steindór sem var á vellinum. Kongurinn Tómas Steindórsson, hvað segir þau? Ég segi bara gott. Takk fyrir að taka síman. Já, eðlilega. Já, við erum nú oftast bara sprelli og gleði þáttur en stundu þurfum við að tækla þessi alvarlegu mál eins og það sem gerist síðasta sunnudaginn í Borgarnesi. Guð minn almáttur. Já, ég er búin að heyra í Hjörvar og fá hans teika en hann var náttúrulega ekki á vellinum með krakkan sinum eins og þú. Nei, ég með þetta var svona fjölskyldu. Það átti að vera svona fjölskyldustemning. Já. Við mætum reyndar aðeins fyrirleik og ég fer þarna fæ mér nokkra síða, ég tók bara með mér, sko, ég fór bara í bakari þetta í Borgarnesi og var bara með mér útu, sko. Já, nokkra bjóra? Já, við tókum eitthvað 8-9, ég kaldi það ég og guttan bara með og förum svo á völlinn og ég meina það sem ég blasti við manni þar rann af mennum leið. Já, það verður henni svo leiðis. Það rennur af þig við að sjá þess að hegðun? Það sem ég er búin að vera að pæla í alla vikuna er ekki árið 2023. Já, það er góð spurning. Nei, erum við ekki komin lengra? Ég er að vona það. Ég held að það væri komin lengra. Já. Ég held að árið væri 2023, nei, það hostile
andrúmsloft sem mætir manni, þau rífa upp fréttablað Já. Og ég meina þetta bara skemmti svo sem alltaf rann svo hratt að mér og þá skemmti þetta náttúrulega dálítið leið sko. Rann svo ríkala hratt að mér og já, guttan í sárum. Já, hvernig því að nú eins og var rætt á Facebook statusinum blessuð börnin sem að voru í húsinu, hvernig tekur strákunum þinn? Guttan mjög illa og hún fór ekkert í leikskóla, núna er ekkert búin að fara núna í viku. Já. Þetta situr það harkalega í henni. Ég skilði. Og vill þú örugglega ekkert fara á íþróttaleik aftur? Nei, þetta var í fyrsta og eina skiptið. Henni nefnilega sko, finnst þetta var gaman að mér, svona því ég er 8. til 13. bjór sko. Svo bara rann það harkalega að mér sko. Ég var vitnaðis og þannig fyrir vikið, náttúrulega sko leiðilegri einhvern veginn. Ég skilði, þannig að allt var bara verra einhvern veginn. Já, allt var bara tölvöld verra einhvern veginn. Já, það er gott að heyri ykkur sem var á vellinum og... Já. En við hljótum að vera komið lengra, eða ekki? Ég og Valgeir Mar, við erum saman að við ættum að vera komið lengra, árið er 23. Já, og bara fólk lærir á þessu. Ég ætla þetta að vona það að þetta vil ég ekki sjá aftur. Nei, við erum sammálað því... Ekki á korfuboltavellinum. Nei, takk fyrir að taka upp síman, Tómas, og ég beði að heilsa litlu stelpunni og hún jafnar sig nú. Ég ætla að vona það, ég vona að þetta sé, hún er bara 3 hálf, sko. Ég vona að hún bara muni gleyma þessu, sko. Já. Það sýt ekki í henni, í upphandinu. Við vonum það öll og takk aftur, Kjalla. Já, okay. Takk fyrir að ringja. Takk, bye. Bye. Þetta lag má koma í hverjum þætti mín vegna The Creepin' The Weeknd. Þeir hlusta hér á... Þrjusu lag? Já, ég dýrska þetta. Þeir hlusta á FM 95 blöð, hér á FM 957 og við erum í gýr, drengirnir. Já, ég meina það er 10+ úti. Já, allavega sól. Já, það er... Inn í höfuðborginni. Allt í gangi hérna fyrir sunna, sko. Já. Er það ekki? Jó, herri, ég meina hérna spurningu áður fyrir mig í næsta lið. Ég ætla að byrja þér Steindi. Getur þú sagt mér að því við höfum oft verið að ræða að við séum bara að vinna í útvarpi og myndum ekki vita hvernig okkur myndi ganga við færum til dæmis að tjekka á greindaðarstölu okkar. Nei, ekki komið með eitthvað flókið. Þetta áttu veldur með útvarpi sko, það var bara mjög einfalt. Já, þetta er mjög einfalt. Steindi, getur þú sagt mér 5 skilningavitin? Já, ég meina það lítur að vera sjónin og heyrnin og þefskinnið og út með þetta alltaf på 10 sko, með góð þefskinn. Það kom með 3, hann vantar 2. Væntalega munnurinn. Bragðskinn, geta tjá sig líka. En ertu ekki með 7? Svo myndin Sixth Sense. Já, það er náttúrulega alltaf gamla góða augað í miðinni. Já, svo þú ert að gleyma einu, það er snerting. Það er snertingin, já. Touch. Komst mér óvart þarna. Það er uppáhaldið þetta snerting. Þú hata það, blöð, snertingu. Eða þau ókunnum að stöðum að taka hérna á penistum hana snertið þarna í sportsunum. Nei, ég held að myndi allir hata það, en ég er með snertifælni og vissulega. En kannastu við þennan? Mr. Selfridge. Þetta er stórt maður. Já, það er verið að fara hér í augljósar staðurindir í fyrsta sinni í langan tíma. Hvað er það? 7 ár síðan? Ég man ekki hvenar þær voru síðast, drengir. Þetta eru 2-3 ár held ég, sveið með þá. Það eru augljósar staðurindir. Og kannski rifjast upp fyrir mig bara strax af hverju þetta fór í pásu, en ég ætla að gefa þessu séns. Já, sko, nei, ég meina, veistu hvað, ég átti mig ekki svona á því af hverju þetta fór í pásu. Nei. Ég er búinn að fá sent. Blöð setur stundu hluti bara í pásu. Það getur sett þetta í pásu eftir. Ég er náttúrulega Steindi þarf að senda þetta. Það er ekki ég sem setti þetta í pásu. Nei, ég veit það bara. Það sendi einhver manneska á mig hérna að hún vildi fá augljósar og ekki droslega margar, bara þessi eina manneskja. En ég gerir ráð fyrir því að það hlakki í mörgum núna. Og er það helvíti augljósar eða? Það eru helvíti augljósar í dag. Jó, ég svei mér þá og hérna, þetta eru 4 augljósar staðarendir og 1 augljós spurning. Ég skilji. Og nú þarf þetta að hækka þessi Selfridge af því að hann þarf að vera svolítið hár og ef við ekki bara að keyra þetta í ganga. Jú. Fyrsta augljósa staðarend dagsins. Já. Hún hljómar svona: gulrætur eru ekki gular. Það eru appelsínugular. Já, þá er það heita gulrætur. Þá er það samt gular. Nei, appelsínugul. það eru appelsínugular. Þetta er endar amazing shit. Nei, þetta þú segir það. Þegar þú segir Hvað heitir þetta ekki appelsínugulardur? Þú sem er það Þetta er gulrætur. Það heita gulrætur en er í raun appelsínugular og þetta er augljós staður. Finnst þér þetta bara í alveg amazing shit? Já, þetta er líka bara að skrifast á Íslandinga. Þú veist, carrots. Þetta er orðið gulrætur. Munu ekki hvað fór
um daginn eins og hérna í Bandaríkjunum heitir föstudaginn langi Amazing Friday. Já, menn þetta er The Good Friday. Já, Good Friday. Við erum alltaf með þessu lúðaleg heita og öllu. Já, hérna föstudaginn langi, voru ekki bara að breyta þessi yfir í frábæran fössara? Já, mér finnst ekki það gulrætur. Sko, sá sem sáum að þýða þetta shit yfir var að nerd. Þú veist að veit enginn hver nefndi jörðina. Nei, veistu hver nefndi gulrætur? Nei, hvernig var ég? Ég veit ekki, bara ég verður að finna þannig augljós staðreynd og eitthvað, ég veit ekki. Já, hvað minna, hvað Góðum máli, sant? Herru, næsta. Já, næsta, hún hljómar svona og önnur augljós staðreynd dagsins. Ef þú ferð í sleik við kött þá ertu ógeðslegur. Gerður þessa? Þetta er augljós staðreynd. Þessa er bara Já, ég meina að þú ert einhver stað það bara er ekki hægt sko. Nei, bara viðbjóð. Það er í raun alveg sama hvaða dýr það er. Þú ert bara í sleiku Steikudýr, það er mjög spes. Já, Þarft ekki að segja köttur en þá ertu basically viðbjóð. Alltaf að kissa köttið, sko. já. Þú átt kött. Já, Það er ekki sleikur, Jú, sko. gerir það ekki, sko. Það ástu ógæslu. Það er awkward. Þetta er augljósstæðnd. Þetta er augljósstæðnd. Já, þessi var ágætt. Já, þessi var ágætt og ágætt er Þetta er svona meði betri til þessa. Já, ágætt er betur en best. Gulrót er líka mjög gott. Hún er ekki gul. Nei, hún er ekki gul. Herru, haldið ykkur fast, þessi er rosaleg. Fólkið í Avatar er ekki í alvörunni blátt. Þetta eru tæknibrellur. Drekar er ekki til í alvörunni. En þetta vissum að það sé ekki bara málað ykkur galla og veist. Nei, þetta eru tæknibrellur. Þetta er 100%. Já, 100%. Þetta eru tæknibrellur. Ég veit að ég svo gamla þetta að Hulk var bara, hann var bara málað græn. Já, ekki þarna, þetta eru tæknibrellur og drekarnir í myndinni þeir, sko það er ekki til alvöru, það hefur aldrei verið til dreki. Nei. Jó, ég er að tala þegar risaluna voru til og voru svona fljúandi drengar. Það hefur aldrei verið til dreki sem er að spúa eldi. Það voru til fljúandi risalur, sko, sem er basically eins og dragon. Spúandi eld? Ekki spúa Ég eld. veit ekki með eldin, sko, en ég útilokaði ekki, sko. Já, þetta er samt held ég sko bara, hefur aldrei verið til, sko. Hversu töff var það í Game of Thrones þegar drekin kom í fyrsta sinn fullorðinu maður? Jesus. Og rosalegt. Það var gæsa. Gæsa það moment. Já. En við erum ekki hér til að tala um Game of Thrones, við erum að komna á þriðju. Já, fyrir Nei, skildi eyðileggjandi fyrir með einhverju skemmtilegu. Við erum komin á fjórðu auglýsu staðarinn dagsins Já. og hún hljóma svona. Ef þú heitir Finnur þá ertu ekki frá Finnlandi af því að Nei, Stendur, þú ert betur en þetta af maður. því að þetta er alíslenskt nafn. Stendur, þú ert betur en þetta. Finnur. Já. Ha? Þetta er þetta amazing Nei, fact. að þú segi Sko, Tell it how it is. Nei, þetta Þú er- getur ekki sagt Ég þetta sé satt amazing fact. Finnur, Finnland, þetta það er helviti líkt, margir sko. sem tengir það saman, sko. Það er engi Það því að þú ert Er ekki til Finnur í Finnland? Nei, þegar margir segja, sko, þeir eru Finnar Finnarnir voru að gera þetta og Finnar en það er ekki, þeir heita það ekki. Þeir eru Finnar að landið, þetta er Finnland Finnur nafnið er íslenskt. Já, Það er ástæðan. Herru, hvað eru margar? Það er bara einn eftir ekki. Já, sko, það er einn augljós spurning eftir. Já, ok, hendin á eil. Já, sko Hann má yfir sjá. sendir um á þig, sko. Já. Ég ætla aðtöða, sko Það er gaman að breyta til. Já, nei, býtu, herru, þetta er á þiblu. Er það ekki? Jó, mér sýnist það, sko. Já, já. Herru, það verði ekki að halda með það. Það stendur hérna, verði ekki ég get ekki að breyta núna. En okkur? Það stendur hérna. Ok, Þetta menn sé- ef þetta er eitthvað mömmu mín eða pappa minn eða sýstu mín, þá getur þú sagt bara við Egil hver er munurinn á pappa þínum og eða mömmu þinnu og þessu. Ég, Það sko- hann að það málaði svolítið Steinþór alltaf stjórnar þessu blíð, sko. Já, já. Það stendur En ég er bara að líka- segja að það er ekkert mála. Nei, ég veit það, en bara, þú veist, Þú veit, þú voru að horfa beint á mig. við gerum að skipta okkar að þessu. Hver er munurinn, blöð, Já. á pappa þínum Gat verið. og rotnandi hrækami? Ói, bara þetta er eitthvað rugg. Hver er Hver er munurinn á þessum tveim fígurum? Hver er allt? Allt? Já. Nei, það er ekki Ok, allt fyrir utan þau eru báður með tvö augu. Tvö augu er Pappi minn er ekki rotnandi, getur ekki hræ. Það er rétt hjá þér held ég En sko, ég er ekki að leita að því, sko Nei, þú ert náttúrulega aldrei að leita neina sem ég segi þér, sko. Haldur samt að þú ert nálægt því, sko Með lappirnar Pappi minn er ekki með gogg. Það er þetta gott gísk En á ég að segja það Ég afkvæmdi með það. Hver er munurinn á pappa þínum og rotnandi hrækami? Já. Rétt svari er að hrækamur spilar ekki britt. Já, akkurat. Herðu, Þessi var augljós. nú man ég og Hörru, þú varst að- hlustendur af hverju þetta var í pásu. Hann varst þetta var svona meðvinn betri. Já, Og hann laði metta Já, þetta. sko, ef við rennum yfir þetta Finnur var góð. Það er ekki sleiku kött, þá erst ógislu Já, það var Gullrættur gott. er ekki gullar Ef þú heitir Finnur og ert ekki frá Finnlandi Og fólki í Avatar er ekki alveg blátt Það eru tæknibrellur Herðu, þetta er svolítið eins og sturlastarendir Nei, þetta er bara kjaftaði Þetta er hlutir að þetta, fólk lærir þegar Já, svo með hann Avatar, sko. Það Það gæti heldur alveg margir verið sem hugsa
svo það væri málaði sko Það gæti verið störluð Hverjum var ekki sama? Þetta voru auðvitað staðlindir Það komið feskar inn fannst mér Kom með Miley Cyrus með River Gaman að heyra Mr. Selfridge-betan maður Já, ég saknaði hans þetta píl Hér eru allir tím Miley og ég held að þetta sé nýtt frá henni, River En það hins vegar komið að dagskrárliðnum spurningkeppni Gilsarans Og ef ég man rétt þá er það King of Summer Rétt Sem svo sem ekkert eitthvað sem maður sækist í Jú, auðvitað, viltu vera King of Summer Hvað meinar þau? Ég svara alltaf Já, ég meina sko, þú ert 2-1 yfir Í King of Summer? Já, málega ég var að skoða bókaldið Sko, Richard og C.J. kefti einu sinni Richard og Kolb kefti líka Það er gælilega svona með að við bókaldið þá þið stundu verið í vakasjón hérna á þessum tíma Það verið bara erlendis eða eitthvað ekki, hvað var að gera sko Já, En hérna, þið hafa samt keft 3 svar og blöð er 2-1 yfir 2-1 yfir, Og þú þarft svolítið stendi aðeins að hísja uppuð En er þetta bara hvor mun eiga betra sumar eða bara King of Summer? Þetta er King of Summer, þetta er svolítið hver mun eiga betra sumar í 2003 Þannig að þú vilt vinna, vilt eiga gott sumar, eða ekki? Jú, helst já Og ég er með Amazing Twist Nýtt Ég er með kombospurningu í lokin Síðast spurningin er kombospurning sem því að þú er trailing og all lóður neyru þig Getur þú stólið þessi í lokin? Hvað getur þú fengið mörg stig í kombo? 6 Wow Það er 6 punktar í búði Ok, byrjum þetta þá fyrst ekki Kombospurning, það er rosa Já, þetta er glæð nýtt Nýtt fyrst, já Núna fengum við Sunshine Í gær og sumardögnu fyrsta Fagnar því með Ice Cold Beer Já, fekk með eitt kaldan Er það ekki? Og leiknum í gær í Njárvík Ég held að flestir hafa nú fengið sér eitt kaldan í gær að fagna sumur Þeir sem eru í því Þú varst með garðpartí og Það er ekkert allir sem drekka blöða með húgimenn á vellinum Fór Húki með þér? Já, Húki var það, hann sem betur fyrir voru á rústöðsu því að hann var samt að öskra á dómaran hérna þegar voru 30 stöðum yfir, ég bara, guð hjálpið mér ef þetta væri jafn leikur. Hann er góður ösku dómar, húgimenn Hann er bara nöflur í því rugglaður á sem leikinn, bara eins og öll þessi fjölskylda hans. Voruð þið ekkert að taka hátalara og sambandi og svona? Nei, það þurfti ekki. Þeir halda því áfram Það var skemmtilegt. Þið verða að beina því aftur. Njarðvík, eina, og nú meina þetta, ég vorkendi fólkin í Njarðvík sem var ógeðslega pepp að fara á völlin af því að það fekk aldrei, af því að þeir, sko, Njarðvík er með geggjaða stuðningsmenn og þetta er kallað ljónagrifin og svona, en það, af því að Tindastóll fór svo hratt bara fram úr að þau náðu aldrei stemmingu í stúkunni af því að það var allt svo mikill munur, fattar en ég vorkendi þeim pínu eins mikið og ég hefði gaman að þessu sjálfur. Ég sá að Svessi var komin í treyjuna, splittuðu treyjuna. Já, hann er pólitíkus. Já, það var ekki mennsvess í gýr eða? Já, hann var góður. Heldur að byrjir alla daga í sumar eins og King Richie byrjar daginn sinn á 2 jagir. Nei. Það er helvít ólíklegt maður. Ég gæti það ekki. Hann væri grjótart samt, sko. Hann gerir það bara þegar hann er erlendið, sant? Já, ég er samt svona occasionally á Íslandi, sko. Ég er bara 2 jager að hann mætir einn útarpið á mótana. Þið veit að það er búið að bjóða okkur í höfustöðvar jager. Það er Jagerkastalan. Jagerkastalan. Og hérna við erum að fara þangadrengir núna í sumar í blökastin að taka upp þátt. Ég verð að fara inn að Kastalan. Við fengum boð í Jagermesti Kastala. Þeir fréttu úti að Steindi hefur verið með Jansen og Jager í blóðinu. Þeir voru mjög ánægð með það. Bjóðu okkur í Kastalan. Þeir voru heldur ánægð með þetta. Það var mjög random hvernig þetta gerist. En ég er ánægð með þetta boð. Hversu reiður heldur að King Richie verið þegar hann fréttar að fara í Jagerkastalan, sko. Kom með heim handunum. Núna er júli, heitasti mánuður ársins. Júli? Nei, það er aprílvillisingurinn. Heitasti mánuður ársins. Núna er júli, heitasti mánuður ársins. Það er ekki júli núna. Ég mæti klára að tala. Er ekki apríl? Ég hefði haldið að vera ágúst. Það er apríl, en má ég, nei, ekki argue with facts. Nei, ég hefði haldið að. Núna er júli, heitasti mánuður ársins, sem er staðurinn. Ekki vill svo til að þú er ammali í þeim mánuði. Besti mánuðurinn, reyndar elskaði apríl en næst besti mánuðurinn í júli og jú, ég ammali þar. Það er rosalegt. Erum við farið til að gefa stið bara? Nei, ég var ekki ammali í des. Sko, þetta er King of Summer, stendi. Ok, og ég er að kynna mér þetta og ég undirbým alltaf fyrir radio. Þú veist að hann á ammali. Og ég finna út að eftir rannsóknarvinnu að júli er heitasti mánuður ársins. Já. Og hver á ammali þar? Já, sko, ef þú ættir ammali alveg fengið líka punkt, sko. Sko, þetta er svona smá spesspurninga því þú veist að blöða ammali. Hann bara tjekkaði hvað var heitasti mánuðurinn. Já, ég veit það. Ég meina, desember er ekki heitasti mánuðurinn. Ég hef alltaf hugsað, ok, herri, en að spyrja hvort á dimmasti mánuðurinn. Ógeðsluðu mánuður. Jólalög í útvarpinu allar sólarhringinn og álur og þunglindi. Hefði ég alltaf að verða að semja þetta, þá hef ég hugsað, ok, á annan er það kannski ammali í júli, já, þá er þetta ekki hlutleg spurning. En sko, kannski, maður er skemmtilega að veita, kombospurningin, þú sé 2 til blöð og nóinni. Já, kannski kemur reyndi, sundlu og allt bara í kombónu. Já, herðu.
Finnst þið líklegt að þú munir fá þér red wine í heitapottuninu sumar með Not a worry in the world? Það kemur aftur inn og ég á ekki heita pottana. Já, ég sagði heita pottinu þínum eða bara heitum potti? Þínum. Ég átti ekki pottblöð, ríðuð í gang. Já, baðkar. Það er ekki að liggja í bað, þú kemst alltaf fyrir í þetta bað hjá þér sko, tænileg. Þetta er ekki pottbaðkar Þetta er ekki tænileg, þetta er bara venjulegt bað. Já. Ég get alveg hugsað mér að liggja þar með eitt rauðinsglas. Ég er ekki svo klás með mjólk og köku. Þú og LeBron geta ekki verið í baði saman. Fór Kös í bað? Það hefur ekkert með stærð baðsins að gera að ég get ekki verið í baði með LeBron sko. Fór Kös í bað með mjólk og köku? Já, skrítnasta sem ég séð. Hvernig fór heima á þér? Nei, bara við byggum mér og milja ón í baðið? Já, auðvitað fyrir potið eitthvað ón. Við byggum saman, við fórum í bað með köki og mjólk. Svo króksar eru alltaf, ég geta verið rugglaðir sko. Ég frá Söðurkróki, fættur þar og uppalinn og mér fannst þetta stórfurðulegt. Þetta setja alltaf krókinni var eitthvað skrítið. En labbaður inn á hann og var hann bara, hvað var hann að gera? Hvað geymdi hann með köki? Sá hann bara labba inn á, það var bara sett hún í hotni. Og var hann ekki blöyt kakan? Ég skildi þetta ekki. Landakös er náttúrulega bara, ég er ekki löðilegur, hann getur verið heldur skrítinn sko. Ég myndi aldrei fara í bað með mjólk. Nei, ekki heldur. Nei, þú ert með rauðvínu sem venjulegt fólk. Já, þú veist, já, menn að þú ferð bara eitt Gatorade kannski, Pepsi Max. Já, en að þú ferð í bað, þá ertu með eitthvað svona fresh drink. Já. Þú veist, þú ert ekki með mjólkuglas. Ég þurfum vel að bara heyri í Landakös með þetta koncept sko. Þetta herðu, það væri bara gaman að fá hann í blökastíkt. Spalla bara við hann yfir mitt allt saman. Bara þetta, ekki tala þetta bara í 30-40 mínútur sko. Það fekk engin Steindi fekk stig, var að jafna þetta. Steindi, ég veit, þú sendur oss myndir að þér, þú ert í pottunum með rauðvín, þannig að þetta er... Hann er hættur eftir að byrja að tala um það hættunum. Búin að taka stíð. Þú mátt ekki hægt að senda. Þú getur haldið áfram, ég er búin að segja. Ég finn þetta gaman að þú sendir myndir með rauðvín í pottunum. Og bjóða líka félur, myndi að drepa þig. Faldið, við aldrei farið inn að pott. Já, ég hef alltaf komið heim til þess. Bara þegar ég er að sækja hann fyrir gig. Ég er einu sem fekk að labba þarna inn. Já, ég vil ekki fá okkur þinn sko. Þið bara... Það er að sé hár rétt við það. Viltu ekki fá okkur þinn? Það er 2-2 samt. Heitasti partur dagsins á sumrin er myndi 11 og 3. Hefur sá tími dagsins líka verið heitastu hjá þér sexually, if you know what I mean? Já, einu sinni, ég meina hvað, það er ekkert alltaf. Ég veit ekki sem hvernig ég svara þessi kjaftaleikur. Manstu, einu sinni í hátinu varstu lucky. Já, því það þó ég fór stiga þegar gerist það einu sinni í hátinu. Það er ekki svona þetta. Ég ekki. Jó, ég meina þú ræður hvort þú setur það með punkt ekki. Ég veit það, ég er búin að setja punkt á það sko. Það var spurning hvort það stendið var punkt líka sko. Ég held ég fá ekki punkt á það. Nei, ég hef aldrei til að tala um það sko. Það hefur komið fram í þessum þætti að þú vilt vera með slökkt ljós og dreigið fyrir, þannig að ekki fyrir að gera það í dagsbyrstu. Nei, ekki í hátteginu. Dreigið fyrir? Strákar, þið getið ekki í hátteginu fyrir mig. Nei. Það er fyrir blöðar. Það eru blöð með the lead. Og það er bara út að hátegi samleifunuðinu sem út in the lead núna. Nei, það er líka bara því á ammali í júli. Og það líka. Sko, það er ein eðlileg spurning eftir, svo fyrir við í combo. Ok, hafðan eðlilega. Hún er mjög eðlileg núna. Hvort byrðu þú segja svona þitt faglega mat að þú er betri í beddanum á sumrinu eða veturna? 50-50. Ég get ekki sagt því betri. Þá get ekki gefið þig punkt. Nei, veistu hvað er skrítið að segja og sért betri á öðru? Ég minna svo núna. Sko, og sunshine og veit. Er þetta ástíðatengt eða? Þú færi heim út í gýr. Ég þetta ekki ástíðatengt hjá neinu. Og sólinn gefur þér power, orku meðan þetta speak for yourself. Skilur, það ekki bara staðrenda, ég veit það ekki. Steindi, þú sólarmaður, eða ekki? Stemningsmaður. Ég verði samt að vera heiðalur í svo að segja að ég er sammála blöð. Ég get ekki greint á milli ástíða. Nei. Og getur þetta ekki eðlilega spennandi fyrir síðustu kombospurningunum? Hvernig er þessi kombospurning? Spurningin er heldur að í sumar þú muni gera eftirfarandi sem lesi 6 hluti og þið fá 1 stig á hvern og sko það er 3-2 og ég ætla að lesa það bara alla og svo fyrir við þetta heldur í sumar þú muni gera eftirfarandi þið getið talið bara Gambla, helliði alkohol, fara á bak, skipta á kúkableiu, bera á sólavörn, taka lykil. Þetta eru 5 stig hjá mér. Þetta eru 6. Þetta eru 5 stig hjá mér. Þetta eru 5 stig. Hvaða 5 voru þarna? Ég er ekki að fara að skipta á kúkableinu. Hvað ertu eitthvað rugglar? Þú veit alveg líkill vitleysingurinn. Þú veist það sjálfur, ég er ekki í því.
Steindi, þú ert alveg og þarft 6 púnta. Já, með döðulangari 6 púnta, en ég er með 5 púnta þarna líka. Já, En ég King of Summer. Já, blöð. Það er 3-1 total. King of Summer, blöð. Virðist vera minn tími. Það er bara staðan. Já, það er bara staðan. Við skuldum auðlýsingar svo heldum við hérna áfram. Það var að dettin skellur hér fyrir Steindar Junior því að það var verið að senda mér að gullurætur geta verið gular og ég fekk mynd af gulum gullurótum. Ég hef aldrei séð það út í búð, sko. Þannig að Þetta er skellust. Það er ekki aðeins að fakt-checka hvað þú átt að gera. Það er kannski að kynna þetta betur áður og heldur svo Þetta gæti, en sko strákar, getur þetta ekki verið eitthvað náskilt dæmi, eitthvað sem er ekki gulrót, þetta er eitthvað svona paprikumix? Ég fekk þetta sendt frá nokkrum. Hlustendur okkar eru á tannum og það eru til gular gullurætur. Við fáum alltaf, ef við segjum eitthvað sem er ekki accurate, þá fáum alltaf að heyra það, sko. Það er staðan. Svo hrækamur og hræðilegur hér að finna líka núna, það er eiginlega bara allt kjaftaði. Já, en Ísa notar ekki kúta. Hæ? Ísan Fiskurinn? Og ætla að setja hann inn í stað? Já, getið sett það bara í staðinn, það er þetta. Þetta var skemmtilegt, þú voru að koma meira þessu. Já, þetta var samt leðilegt fyrir að heyra þetta. Ég var með hana líka, sko. Hefur við ekki að fara í alvöru lið bara í staðinn? Og hætta þessum augljósum og fara í sturlaðar? Já, fyrst er mikill sem munur. eru bestu staðrinnar sem að koma. Maður læri mikið þar, sko. Já, þetta er þroskaður þetta er þroskaður liður og já, ekki svona, ég lendi ekki í sama skell og þú allavega. Ég sé líka bara hvað glaður blöð á unni King of Summer, again. Nei, ég var búin að gleyma það. Þú eru ekki álfur helgi það nú. Ég var ákveðs að gleyma þessu. Ef við kennum það, redda þetta helginni þinni? Nei. Hæ? Ég myndi segja það að það ekki að stað. Ég er ekki að grínast, þetta var síðasti liður, ég var búin að gleyma þessu. Hérna við ætlum að fara í stjórna. Fyrsta er alveg, og það er eitt af þessu kjaftaði sem að bæði þig og já, fólk heima í bílnum eða hvað sem þið eru þurfa að já, svona, giska á. Fólk er að hella í sig í bústað núna og bara út allt, sko. Það öfunda fólk sem er í bústað. Tjóðvill gaman að fara í bústað. Já, fólk er út allt, fólk er að hella í sig. Það er sumar og það hefur tekið, sko, því á frídagur á miðvikudaginn. Það var góð vika. Já, frídagur í gær. Frídagur í gær, það tekið langa helgi. Sko, lagermaðurinn er alltaf, hindist alltaf í veikan í dag, sko. Tók eða breyta í sumafrí. Já, það er sko. Það var örgulega fullt af fólki á tíðinni líka. Vörfblöð hefði hringt inn hann og hostað, eða ekki? Vúrtblöð er veikur. Ég held að sé að finna eitthvað. Ég er að fá eitthvað djöful. Hérna já, er tilbúinir, þið eru að spotta hvað þessu keftaði. Fyrsta sturlaða staðarinn dagsins og þetta finnst mér stór merkilegt og ég var að ræða þetta við Sverri Bergmann daginn sem er að mathlete. Hann tók sér starffræði og þetta víst rétt af því að þetta er tengt starffræðinum líkvöldun að það sé ekki svo then he lost me. Hversu góður er hann í starffræði? Ég myndi setja hann í starffræðipróf. Hann ekki ekki Fengið 10? Já, ég meina hann dóksaði starffræði og fór í starffræði í háskólanum. Hann er bara svo human calculator, sko. Hérna, ef það eru 23 manns í sama herbyggi þá eru 50% líkur að einhver eigi sama afmælisdag. Og það er ekki nema 23 inn í herbyggi þá eru 50% líkur að einhver að inni í sama afmælisdag. Það er endar fucking amazing shit. Já, það er vist eitthvað starffræði tengt, sko. Við erum alltaf með ofláð og göndaðstölu að skilja það, sko. Já, hann var að reyna að útskýra það fyrir mér fyrir ekki svo löngu síðan og bara týndi mér mjög snemma. Ég myndi skilja þetta að það veri 200-300 manns þarna. Það takkast 50% líkur, sko. Það eru líklegast og fáið dagar í árin líka. Svona ef við fyrir dýbri í þetta. Það er okkur það dýbra. Það veit ég ekki. Vinn í útvarpi. Næsta stjórnlega staðarind er skellu fyrir þig, Steinþór. Því að þú varst með rellurnar hérna lengi líka og að borða pulsu stytti lífið um 36 mínútur. Að borða eina pulsu? Það er bara ekki satt. Það er bara 36 mínútur, sko. Það sé langur tími, sko. Mistil hálftíma. Já, sko. Ekki neitt. Þetta er bara ekki satt. Hvað heldur þú að borða marga pulsur yfir ræðina? Og miljón. 1-2 milljónir, myndi ég segja. Það er upp á smaturnas. Já, ég meina ég væri þá ekki á lífi. Ég held að sérst eini ferstu kallmaðurinn á Íslandi sem er upp á smaturinn eru pulsur. Nei, ég held að sé Sveppi Krulsi líka. Já, kannski svo. Já. Ég held að sko Sveppi eru steikja mér á miðvikudaginn. Já, ég sko. En ég myndi segja, hvítlauksrista eru humarhalar, steindi. Já. Eða pulla. Pulla. En vitið þið hvað? Ég hef heyrt svona. En hérna, sko, ef þetta er ekki hrossaskítur. Þú veist, sem ég ætla að giska á, by the way. Ég ætla að giska á þennan, þetta sé hrossaskítur. Ég á svo margar eftir. Ég ætla að gera á eftir, ég ætla að giska á þetta. En ég ætla bara að segja reitt, ef þetta er rétt og þú fannst þetta á okkur síðu og þetta er actually rétt, þá er á þetta við alla mat, sko.
Ekki bara pulsu. Pulsur eru gerðar úr einhverjum afgöngum og þú ert mjög lengi að melta hann, vissir það? Já, Þú ert nokkra daga að melta pulsu, það gerir þetta heil. Þú ert að borða alltaf eira af svíni sko. Og nefið af svíninu. Líka bara kjöt. Það var líka einhver sem sagði, þú myndir sjá hvernig pulsur eru gerðar, þú myndir aldrei borða pulsu aftur á ævi. Já, pulsa bara sama safn af alls konar kjöti. En ég segja, þú veist. Já, öllum afgöngum. Já, bara, þú borðar. Þetta er bara rest og rust. Já, þú borðar eitthvað gott, kjötstykki. Heldur það sé eitthvað mikið hotlar en að borða eitthvað annað kjöt af dýrinu? Pottþétt. Það segir sér bara sjálf. Af hverju? Það er fagfólk og sérfræðingar sem vita meir þetta en þú sem að segja það sé óvallar að bara öxlina á þessu dýri heldur en magan. Lærið, já. Ég bara vil hitta hennar sérfræðing og ræða það. Ég fáum auka þátt Bestu steinu með þetta. Ég held að þessi að koma áður. Mér finnst hún bara svo impressive að ég ákvað að taka henni með. Það er orðið langt síðan allavega hún kom. Jackie Chan er lærður óperusöngari. Hann hefur sungið á hellinga plötum og vann Best Foreign Singer Award 1984. Maður er náttúrulega bara góðsögn sko. Hafið sé Rumble in the Bronx nýla. Svo vakaleg mynd sko. Ekki nýlega sko. Já, hún er rosaleg. Og hérna. En myndu þið, ég hef sagt það, myndu þetta, hann væri óperusöngari. Nei, ég vissi það. Rámaði en nei, samt eiginlega ekki sko. Það er talandum hvítlaugsrista humarhala. Það var til í það í kvöld. Já, humar þótti ruslfæði til 1900. Þetta var fangelsismatur og einn ódýrasti matur sem þú fegst, það var humar. Veistu humar í jailinu? Já. Þetta er það sem ég er búin að segja við ykkur pulsur og ristabrauð. Í framtíðinu verður þetta þannig. Ég kannski stýst þetta við sko. Eftir 200 ár ferðu bara að ressa og borga 50k fyrir pulsu. Já. Það er ekkit ólíklegt. Steindöld menna það, ef að ristabrauð væri ekki svona algengt, þá myndir þú borga 30.000 fyrir þetta á veitingastæði eins og apotekinu og... Já, þú kemst kannski líka bara að því að þú veist remólaði, það kannski verður bara rer í framtíðinni. Þú bara er erfitt að komast yfir gott remólaði. Þú veist að maður veit ekki hvernig þetta verður, skilur. Elskar þú remólaði? Remólaði gerir pulsuna. Ég set ekki eins og alltaf remólaði. Hvað gerur það? Pullu var ekki til remólaði, hvað gerur það? Þá er það bara, það er alltaf til remólaði með mér sko. Ég tek rosa oft bara tómat og sundir og sinni búna. Þá opnar ekki ískapinu á mér og sér ekki remólaði? Nei, það er bara ekki fræðilegur. Ég tjekka á svo þið mæti til aðfangadag og vil sjá vel að remólaði. Þetta er að fægt sko. Er það bara alltaf þannig? Eins og með Pepsi Max hérna í næstu hillinu á mér. Er alltaf remólaði efstu á þér? Alltaf remólaði sko. Og líka bara tómatsós og sinneb og þetta helsta. Þetta helsta. Hvað er svona, finnstu við það? Þetta er bara, þetta er eitthvað sem á að vera. Varst ekki bara pullu í gær síðast bara? Remólaði er ekkert að helsta. Hvað borðar marga pullur í gær? Ég borðaði 2. Það fór klukkutími. Klukkari? Já, það er ekki mikið að taka klukkar á. Finnst þið líklegt að... Ég ætla bara að segja að þú lifið það. Finnst þið líklegt að það færi bara klukkari á lífið mér ándi gær? Þetta er alltaf bara, blöður alltaf að tala staðröndum, en ég stóð ekki svo lið, sko. Herðu, í New Jersey er bannað með lögum að klæðast skotheldu vesti þegar þú fremur glæp. Að þingi dómiðin. Já, og af því að þú varst á skotbarda. Já, greinilega. Þetta er AC. Já, AC er í New Jersey. Meðan þetta skrifin. En bara ef þú ert þú veist, ég minna, ég kem ekki óvart ef fólk er lappandi í þessum vestum. Alltaf. Við höfum verið í New Jersey. Ég hefði viljað verið skotheldu. Já, við höfum verið vestum. En já. Það var greinilega eitthvað New Jersey þema því að næsta er líka frá Jersey og hún er frekar svona ókjæsleg ef ég að segja eins og er. Laura White býr í 80 fermetra íbúð í New Jersey, 83 fermetra íbúð í New Jersey og hún á 203 ketti. Crazy cat lady. 203 í 80 fermetra íbúð. Sko, þá basically getur þú alltaf lyktina? Þú getur alltaf lappað sko. Hún er ekki góð sko. Er ekki þessi stígur inni svona eins og bara child service? Er ekki bara frá dýravenduna samt sem komum bara að taka kettin af? Pet service, ég meina kannski hugsa hún mjög vel þessa ketti. Hvernig þá? Ég meina ef þú átt á 203 ketti þá elskar þú ketti sko. En eina er bara sko lyktin inn í hjá henni að þú varst að tala um hana. Það fer alltaf eftir því hvort þessu geldir eða ekki held ég. Að því að það er geldan fresh. Ég meina hvað er að pissa og kúka? Já, þeir í sandinn. Hendur þeim út bara? Já, það kemur vist ekkert mikil lykt af þessu kvikindum við eru geld sko. Ég veit ekki betur sko. Þetta er bara sem ég hef aldrei átt kött sko. Það eru 2 eftir. Warner Bros átti, já þessi er sturluð og ég elska svona staðreyndir. Warner Bros átti réttin á Home Alone en eftir að kostnaðurinn við gerð myndarinnar fór úr $14 milljónum upp í $17 milljónum seldu réttin frá sér á $200,000 til
20th Century Fox og myndin enda á að þéna $467 milljónir og þá ekki verið að tala framhaldið. What a dumb deal. Þetta rosalegt. Hvernig gáttu þið seltið, þetta handrit? Það var einhver rekin þarna, það staðfest. Maður kallar Kölkin, þú veist. Náttúrulega vissi engin hver hann var þá. Nei, þú veist, legend sko. Já, ekki þá, það var það bara krakki. Það er nánast eins og hann sé bara eins og Jack Bauer í 24. Hvað hann er búin að lifa í 5. gír sko. Þú veist, hann var náttúrulega í þessum myndum. My Girl fór á dæluna. Dæluna, eða sinn bara bensin í hælinn dæluna. Kom tilbaka. Hefur aldrei litið Getur einhver ít á silent á tölvunni? Er orðið módel í dag sko. Já, fyrir sko Louis Vuitton. Já, þú veist, það er eins og hann sé búin að lifa mörgum lífum sko. Síðasta lengsti hyggsti allra tíma stóð í 68 ár. Í bara. Já, greiði svo manneskja. Nú spyrir ég, hvað er það svo kjaftaði? Munið ekki eftir hyggstanum í Simpsons? Kill me. Sko, ég fer rætt yfir þetta. Það verður 23 í sama herbyggja. Þá eru 50% líkur að þessi sami ammælisdagur, að borða pulsu stutt í lífið um 36 mínútur. Jackie Chan er óperusöngvari. Humar þótti ruslfæði. Í New Jersey er bannað með lögum að klæða skoteldi vestiður og fremur glæp. Laura White var í 80 fermetrum með 203 ketti. Warner Bros. Átti réttin á Home Alone seldan og lengsti hyggsti allra tíma stóð í 68 ár. Það er alltaf ekki hægt að faktsaka hyggstana því að það var enginn yfir þessari mannesku í 68 ár. Þannig að þetta gæti hafa verið mismunandi hyggstakost sko. Þannig að það er Hvað ætlaði að segja? Ég myndi segja þetta að vera alltaf pulsan. Pulsan, Egill? Pulsan er rétt sko. 100% sko. Já. Og væntanlega starffræðidaginn er líka væntanlega 100% rétt líka sko. Já. Ég segi bara að segja past í miður. Þetta er bara góður ísjöflöð. Ég gefst upp. Ég bjóð þetta til með 203 ketti. Já, það er hljómaði. Það er engin Laura White. Góð líður. Kannski til Laura White en hún er allavega ekki með 203 ketti. Laura White í New Jersey. Nú ætla ég rosaleg lígi. Eins og með gulræturnar. Nú ætla ég að biðja hlustendur að vera á tánum og afsanna þessa pulsukenningu með 36 mínútur. Það er bara því miður ekki hægt. Þetta var sturluð staðrind. Svona er þetta bara. Egill, heyrðu hvað lagið komið? Tja. Takk. Þitt lag Eurovision. Elska þetta. FM 95 Blu. Það eru Keiluhöllin Egilshöll og Túborg Léttöl sem færa þér FM 95 Blu. Hárrétt, það er Túborg Léttöl og Egils Keiluhöllin sem færa ykkur FM 95 Blu og það er einmitt konakvöld í kvöld í Egilshöllinni, þannig að tjekkið á því stelpur. Það eru alvöru partí sko. Já, Eva, okkar besta rúsa Guður Náni og Dóra Jóli, já, ég veit ekki hvað. Svo þökkum við Túborg Léttöl fyrir að fylla á kælinn okkar og við getum þurft að græja lás núna í vikunni, drengir. Takk búi. Já, er það thank ekki? You, kind sir. Með þau hvað er rosalega fyllibitur hérna á hæðinni. Þeir fara hratt einhvern veginn. Já, þeir bara hverfa sko. En ég málega ef að Þráin og Rikki og Tómi Steindós fari frí Þá er þetta ekkert vesen. Þá lifir hann út sumarið þessi kælir. Þá er þetta ekkert vesen, ég rauninni sko. Það er þrír sko. En Þráin er hættur að vinna en það segir það í svona 10. sinn. En það er komið að byrja, hvað ætlar að vera næst? Ætlar í How Do You Do Fellow Kids? Herðu, ég er að spá drengir af því að ég hef reynd að koma þessu að hellit oft. Já, hvort myndur þú frekar? Ég held eiginlega að ég hafi verið með þetta hérna í skjalinu í ykkur 4-5 vikur sko. Okay. Þannig að það er hvort myndur þú frekar í dag. Já, það hefur verið svolítið gestagangur hjá okkur upp í síkastin. Já, þannig að Dóttina og svo var það Ormslev og Stefania Svavas. Já, það er búið að vera gestagangur og þessi liður hefur þurft að vera í pásu en hann er komin núna og þetta er líka skemmtilega spurningar. Ég væri til að ég er með 6 spurningar sko. Já. En ég veit ekki hvort þú getur notað allar. Það er best að vera með 5, gengd eina. Nei, 3 segi ég. Já, ég meina, ég vil ekki bara sjá hvernig stemningin er. Jó. Erst þú klárið? Við höfum alltaf verið með 3. Við höfum alltaf verið með 3 sko. Þannig að ég er bara með svona já, ef ekki bara, þú veist, hvort var þið frekast að vera? Ég ætla að taka þessi hérna. Hvort myndir frekar vilja vera með kæk það sem eru alltaf að klóra ykkur í teppinu eða að vera með kæk það sem eru alltaf að breyma eins og köttur. Breyma eins og köttur. Hvernig þú ert? Getur leikið það fyrir mig? Að breyma? Já, hvernig verður maður? Þeir eru alltaf svona þetta er ekki svona. Ég er svo lélegur að leika breymið en þetta er yfirleitt þeirra ég get ekki valið en ég veit nákvæmlega hvað þetta er. Ef þú ert heima hér á nóttinni þú heyrir svona breymandi kett. Þetta er basically oft bara eins og krakkar í slag fyrir framan húsið. Eitthvað svona þetta er það sko. Ég get ekki fer ekki að viðskjötu fyrir að bjögga tór og ert að þessu. Þú heldur með hendin í klófun allan. Þetta er zoomfundur og þetta er facial.
Þú veist, þá sér enginn út að klóra Þú þér veist, sko. ef þú ert samt alltaf þar sko, það er ekki hugulegt sko. Þú getur ekki tala við neitt út alltaf þessu stendur sko. Ég sko, Það er engin sigur í þessu sko. Þú er bara heima hjá þér, skilur þetta er, ég minna Já, ætli tæki ekki frekar að klóra mér menn annars getur ekki tala við neitt Nei en að þeir myndu taka Þú meina, sömur eru hvað sem er að klóra sig penni sem allan daginn, hvað sem er sko Já, ég hef alveg valið Í það rauninni sko og þeir eru þá með kæk sko. Já, ég er bara að kýtla Já, þú það veist. kýtlar ekki kvikindi Þetta allan þetta sko Það er helviti Þetta er spes tveir bara. hræðileg valmölugar Steindór Já. Svona, veist Pick one Ég var að því Ég meina, ég Blöð tekur klórið Ef ég fer á Zoom-fund Já. Þá leysi ég þetta Flesti fundir mínir eru Zoom-fundir Er það ekki? En með Ok. þennan kæk, það verður að viðkennast Ok, þetta, sko, núna þurfum við að hugsa þetta eins Ekki vera fljótur að svara Hvort var þið til í að dæli ykkur sterum og vera eitt steraðasti maður jarðar Skilur Þú væri bara, ég veit það En þú væri bara, þú veist, vel Þú sterað veist, þetta fylgir ekki hausinn að þér og svona sko Það er ekki þú bara að þú stakki vöðan, þú verður bara rugglaður á þessu Já, ok, mínus það Það er að tala um bara útlitið að þér, þú veist Þú ert bara út úr steraður Já. Þú veist, já, eitt steraðasti maður jarðar, sko Ok. Eða að vera að því að þið eru báðir svona gym rats að vera bumbukallar Það væri Ég- bara bumbukallar Ég veit ekki alltaf Bumbukallar Bumbukallar Það er ekki alltaf. Ég veit sko, ég ætla að sjá mynd af Ég ætla svona að fá svona, hörru, dæmi henni dæmið sterahausinn, henni dæmið bumbukallin eins sko. og juniorinn bara Þú ert ekki feit, þú ert ekki feitur Nei, ég er svona bara bumbukall bara svona eins og okkar hestum menn Þetta er svo þú að velja þig allir hvernig Já, Þú ert já, fínu já, Þú ert takk. Ég fínu myndi freka vilja vera steraðasti maður vera alltaf Já, í fínu standi, sko. já, eða bara þá ok, frekar miklir sko Og hefur séð steraðska verðar sko, svona 220 kíló sko. Það er Get ekki ógeðslegt. reyft sig, get ekki farið í flugvél sko. Ég veit ekki alltaf hitt Er það? Ég held að þið væri þarna alveg þyrftu að Já, velta þú steinu getur ekki flogið Já, getur alveg flogið Já, en private þá Nei, Já, þú veist það. Hefur þið séð út úr steraða menn, Steindur? já, ok, þá er ég að tala um bara Eitthvað milliveg Já, sko, nei, betur, erum við að tala um Já, bara, já, þú veist, þú bara með lærið á upphandlæginu minnur Já, þetta er þannig og þetta er ógislegt Þannig ég taki alltaf hitt En að þið myndu taka Já, alltaf bumbu En ef Ég átt mig ekki á hvernig, þú veist Ef þú ert að tala um, þú veist steraðasta gæja í heimi eða þú veist, þingsta gæja í heimi eitthvað þannig tvö extremes Þá tek ég hitt En ef þetta er steraðasta gæja í heimi og þú Breytum við sér það, steraðasti maður í heimi eða þingsti maður í heimi Hann getur ekki labba þingsta gæja í heimi, hann er fastur í rúmunu Þá þarf að taka hann með krani, ég sá það um daginn á Fox að það var að færa einhverja manneski með krana sem var á leiðin á sjúkrahús Það þreytt að þurfa að fara með kranar sko Já, þá var einhverstaðar Þá á ferlinu tækirðu- hefði maður átt að svona Þá tækir þú Stera steraðasti hausinn Gríp í handbremsuna, sko. hann labbar og tillir sér í hömmerinn sinn og keirir bara eitthvað sko Já, Já, þetta er mjög létt Þið tækir báði steran Litið skrítið keppni, en ég er gaman að henni Þið tækir steran eða Já, af þessum tveim valmöðlugum að Þegar- vera annarkor þingsti maður heims eða steraðasti, já Það var þriðja Ok, þetta er svolítið gott og þið þurfa að hugsa þetta Að vinna Eurojackpot Nú er ég byrjað að taka þátt í Eurovinu sko Já, ég út að byrja að taka þátt í því Já, Þú vannstu daginn eða ekki? Ég vann 1200 kall Já, Minna miðin það er samtalið og lagt Minna þú beint- vannst, og lagt fekst beint inn á- e-mail Ég fekk e-mail og lagt beintin á kortið Já, frábært Það er lítið Hvað er gott pulla? Eða ekki? Hvað kostar pulla þetta? Með gósi og svona Við gleymdum að segja það, hann Steindi fór svo að tjekka á og svo sá þetta var rétt, hann missið 36 mínútur, það var ekkert að minnast á það Nei, en veistu hvað Hann þú fór miss- og tjekkaði á þessu. En þú missir 10 mínútur á pítsu og hambúrgara Já, þú ert- rísa svona meira í pulsunni Ég þarf svolítið, sko, mér finnst þetta að vera svolítið sjokkarandi, sko Og þá kom Egil með punkt sem að þið varst ennþá meira sjokkirandi, hann borðað pulsu einu svona árið og þú trúði því Það sagði með það, bara einu svona ári pulsu þegar stelpunar er ammali Já, þú veist, það er með þá grilla ég og Pældi Einu því, sinni á ári, það er borða rosalítið. einu svona ári Já, ég tekið þetta svona 5 sinnum ári 5, þú veist, pæli En pullur eru mjög góðar, ég er sammálar elska þar þær, já. Ég er sammálar að pullur eru good shit Ég tek pulsustrákar svona 4-5 sinum í vik Ég er ekkert að stríða ykkur, sko Ég er bara Það er það sem ég gerir, sko Ég fyrir mér er þetta Þetta er ekki uppáhaldsmaturinn Þetta En er ég er ekki- bara pítsur nokkuð sem ég viku, sko Já, þú veist, þetta er ekki hátíðismatur, ekki kvöldmatur Þetta er eitthvað svona sem ég gríp Nei, nei, þetta er bara Herðu, Þetta er millimál hér Já, þetta er millimál, vinna Eurojackpot Það hljóma vel Já, já. Lóksins svona skemmtilega valmöggi það Já, en vita að þú munir fara á hausinn Ná, það er ekki alveg að gaman En tíminn sé ég fæ Þú færði alveg 5 ár eða eitthvað Þú færði alveg Á, Það er að skemmtilegu tími, Já, sko við erum að tala um og ert að fá sko einhverja milljarða Já. Þú veist, þannig að en þú ferð á hausinn ok og á skömmun tíma, skilur 5 árum. Já, gefum þessu bara 5 ár Eða að Ferði vera með zero. Já, eða að vera með basic tekjur sem eftir er, guaranteed
Ég meina að þú fer í 0, þú getur fara að vinna aftur það. Ég meina, lífið er ekki búið. Er ekki silent á tölvunni? Þetta er ekki ég var að tjaka. Mjög spes. Hvaðan kemur þetta? Er þetta einhver önnur tölva þetta? Ég mín á silent sko. Mín líka. Ég er hérna alveg. Ég lofa þér í tölvun hann sko. Ég er á silent sko. En sko hérna en ok, þegar ég fer í Zero segjum ég muni, sko, en maður lifir ekki þessi 5 ár af þú tala um að einstaklingu fari í Zero eftir 5 ár Eurojackpot það því hann er búin að vera kerslu í 5 ár bara í Vegas bara kaupa gullklósett og allt þetta bara eins og MC Hammer já og í kerslu sko. Ég meina það er alveg fólk sem hefur átt miklu meiri pening hefur kerst sig á hausinn sko. Já ég myndi alltaf taka bara steady income en má ég ekki fara að vinna í rúmfattalaganum eftir ég fyrir í 0 þá fæ ég steady income eftir ég fyrir í gjaldþrota ekki Jú, já, og hvað má ég aldrei vinna? Ok, þetta er svo létt, ég er alltaf að taka steady income þá er náttúrulega, myndið þú? Já, ég nefnir ekki að fara á hausinn eftir 5 ár Þá getur ekki að vera í vinnu, ég á 2 börn Það er alltaf fýtt punktur í aglið, þá getur alltaf farið bara að fengið þér basic vinnu eftir að fara á hausinn Það er ekki lægið það? Það meina, væntanlega spurningin er þannig sko Já, þá tek ég það Þetta er svo heimst þetta er kortnýttur frekar gríðalega vel undirbúið Já, með þetta sko, ég er búin að vinna í þessi 2 mánuði Já, maður heyrði það Þetta er búin að vera að lúra hjá mér þetta sko Við komum inn á áðan að við erum bara að skemmta í Keflavík í kvöldi Steindi Við höfum líka rætt það Við öfundum Keflvíkinga að þessu lagi ekki það Stuðningsmannalag Tindastóls er í ruglunni Getur þetta enda þáttinn á því En þetta er einn af mínum uppáhalds Valdimar og Yfirgefinn Þetta spila er fyrir körfuboltaleikina FM 95 Blu í samstarfi við Dine Out og Loop Jalapeno Lime Merch Hárrétt það eru Dine Out og Loop sem færi ykkur hér FM 95 Blu á FM 957 ef þið eru ekki búin að tjekka ef þið ætlið út að borða í kvöld og þá mælu við með Dine Out appinu það getið séð hvaða veitingastæðir eða hvað er laust, þetta er mjög sniðugt Það er ekki að hringja neitt sko, það er ekkert leðilega að hringja eitthvað Ég kvöldi ekki börð Það er bara netið Kostur við technology og vera með Dine Out Hatta var borð, færð pullu Já, það er rosalega Það var að koma svaleg UFC-frétt á Vísi Hvaða UFC Gunnar bara kirkjegunni næstu Já, sko, okkar besti Aron Guðmundsson sem er að, sko, hann drítar út frétti ánað með hann, sko Jöfnvellir ánað með hann er komið góða fréttina Það er búið að staðfesta, drengir að það verður risa kvöld í risa UFC-event í júli í London aftur, O2 okay. 22. júli næstkomandi og þetta er bara staðfest og það var Það var ekkert leiðilegt þess að gunna Það var ekkert, já sko, sérstaklega ekki því að það var nýlega top 15 rankaður andstæðingur að koma fram og segjast vera til í bardaði við Gunna Það var þetta er alveg Akkurat 3 mánuður og getur bara fengið sér síkó í 3 mánuð Já, og Gunni kom mjög heill út í síðasta bardaði Þetta gæti verið að skrifast eitthvað í skíin, maður vona það Hvernig er helginni á Gilsánum? Ég er að spá í að kíkja í bústað Ég vil að taka steindat og bara henda mér í pottin og slaka þess á Já, tjóðar í til Heyrðu, þú voru að senda mynd Já, ég glóðar ég sendi mynd Það er með rauðið inn í pottinum Ég verðilega að gera það En já, þetta er svaða helgi Það er úrslitakeppnin í körfubolta heldur áfram í kvöld Það er Valur Þór Þorlákshöfn á Stöð 2 Sport Mæli með því, mér finnst ekkert skemmtilega heldur en úrslitakeppnin í körfubolta Mjög gott TV Já, og svo er undanúrslitin í bikarnum á sunnudaginn Það er Brighton United á Wembley, ég er nú ekkert bjartsýnn fyrir þann leika í örinskilin Og hvað að pakka saman í gæðir Það er aftur doppul og sundin Það er líka Tindastóll Djarvík í síkinu Ég geti þetta söndegi föndi Þetta er sunnudaginn Ætlar að henda þér þá á norður? Ég gæti þess að skoða Ég menn það getur líka spurt hreppstjóran hvort að styttan sé ekki líklega Nei, ég hef engan áhuga á þessari styttu Þannig að við ræðum það lítið En hvernig er Valur? Sko, það er pressa á Val í körfuna þegar búið smá brekka í boltanum, handboltanum og fótboltanum Já, en þeir eru Íslandsmeistar eins og eru og fyrsti leikur í undanúrslitum með þeim í kvöld ég held að sé 19-15 Er líka Breiðablik getur við ekki trippul lojal Breiðablik Íbjöf Breiðablik, United, Tindastóll hvað er að gera svo sunnundi? Þetta er sunnundi til sæl Jassi var að sigla þeim í 2-0 sigur bara í fyrradag, eða í gæri eða eitthvað Við byggjaðum það ekki Barcelona, Atletico, þetta er eitthvað rosalega sunnudagur og fucking time Við vorum farið seðlavislu á sunnudaginn Ég fór út að borða með Jassa í gær King Jassi Great honor að sitja með Jassa Þetta var hann ekki upp það? Jú, hann sagði að það væri
bara mjög líklegt að þeim myndi loka þessi ár, hann vill meina það sko. Já, takk ég að segja annað. Eigi, góða helgi, takk fyrir hlustun í dag. Herði á blökastið maður, það hesturinn komin inn. The horse. Bucketlisti. Þinn bucketlisti? Já, minn bucketlisti. Fyrir það sem ekki subs. Já. Útskýrið á 60 sekundum. Á 60 sekundum þá erum við með dagskrárlið í blökastinu sem heitir Bucketlistin og við erum byrjað að mynda þá núna. Það núna konið 2 inn, Steindi að fá hvítabelti í karate og ég á hestbaki með fjall fyrir aftan mig. Næstu komið að mér, að haka í eitthvað á mínu lista og það 35 atriði að finna eitthvað að haka í. Þú getur valið eitthvað þessu lista. Máli ég mest allt á mér erlendi sko, það meina vesinni sko. Við getum að fara í flugvél fyrir það. Hljótum að finna eitthvað en eigi góða helgi og tekja bucketlistanum minn á fn95blöð.is. Við verðum svo með blökastið á daginn og svo bara mættir hér eftir viku. Ég ætla að enda þáttinn drengir á það risa leikur á sunnudaginn hjá mínum mönnum. Það eins gott að skaffinningar trollfullu Settu Bon Jovi á og sokkaðu okkar mann Steinþór liðin.